Góðan dag. Í dag þriðjudagurinn 22. september árið 2020 og ég segi 1318. fund bæjarstjórnar Akraneskaursstaðar settan. Hér dróst aðeins að hefja fund, klukkan núna 17:24. Það var vegna þess að það þurfti að leysa tæknileg úrlausnarefni við það að tengja bæjarfulltrúa við fundin í gegnum fjarfundabúnaði. Það er allt saman komið, allir mættir og hér eru mættir til fundar eftirtaldir bæjarfulltrúar, herra Rakel Óskarsdóttir, Valgarður L. Jónsson sem hér talar og er í sæti forseta bæjarstjórnar, Elsa Lára Arnardóttir, Sandra Margrét Sigurjónsdóttir, Kristinn Hallur Sveinsson, Einar Brandsson, Ragnar B. Sæmundsson, Bára Daðadóttir og Ólafur Adolfsson. Og bæjarfulltrúarnir Elsa Lára Arnardóttir, Bára Daðadóttir, Rakel Óskarsdóttir og Sandra Margrét Sigurjónsdóttir taka sér þátt í fundinum í gegnum fjarfundabúnað. Einnig sitja fundin Sævar Freyr Þráinsson bæjarstjóri og Steinar Dagur Adolfsson, sviðsstjóri stjórnsýslu og fjármálasviðs. Og áður en við göngum til dagskrár þá óskar forseti eftir því að með vísan til c-liðar 15. greinar samþykktar stjórn og fundarsköp Akraneskaursstaðar að við tökum inn eitt mál með afbrigðum inn á dagskrá þessa fundar. Það hefur málsnúmerið 20.09.094 og þetta er deiluskipulag Jaðarsbakka breyting. Málið verður þá númer 4 og dagskráni verði afbrigðin samþykkt. Og þeir sem eru samþykkir því að taka þetta mál inn á dagskrá gjöra gefa merki. Það er samþykkt með 9 atkvæðum. Þannig að þetta mál verður þá númer 4 á dagskráni. Þá göngum við til dagskrár. Fyrsti dagskrárliður hefur málsnúmerið 20.01.229. Þetta er skýrsla bæjarstjóra á árinu 2020 og Sævar Freyr Þráinsson bæjarstjóri fer nú yfir helstu atriði í sínum störfum frá 27. ágúst síðastliðnum. Sævar Freyr, gjörðu svo vel. Forseti ágætu bæjarfulltrúar og aðrir sem á hlýða. Í dag flytur skýrslu bæjarstjóra fyrir tímabilið 27. ágúst til 22. september. Langar að byrja að draga svona nokkur verkefni saman sem að ég hef verið að sinna núna ekki í neinni sérstakri tímaröð en svona helstu verkefni. Það er ég átti fund með verktaka sem hefur áhuga á uppbyggingu á Semensreit á Akranesi og er það ánægjulegt að sjá að þegar við förum í uppbyggingu þar eftir að Faxabraut lýkur og þá er klárlega mikill áhugi á uppbyggingu á þessum reit frá hinum ýmsu aðilum sem hafa rætt við bæjarstjóra á undanfarnum árum. Ég átti vinnufund með ráðgjafaráði stafræna vegferð sveitarfélaga og erum við búin að vera að undirbúa svona stefnumörkun á því hvernig við viljum forgangsraða verkefnum sveitarfélaganna í þessum málaflokki og er það gögn sem að stjórn sambandsins mun fá í hendunar. Við áttum samtal við 2 auglýsingastofur í síðastliðna mánuð þar sem erum að bíða eftir að fá frá þeim síðan tilboð í markaðssetningu fyrir Akranes. Við erum þá að skoða samanburð milli nokkra stofa og hvernig áherslur þær myndu vera með ef Akraneskaupstaður ákveður að fara í markaðssetningu á bænum á nýju ári. Við sendum út í sama tilgangi könnun meðal verktaka sem kemur betur að á eftir þar sem við erum að skoða hvaða tímasetning myndi henta fyrir þessa markaðssetningu gagnvart þá þeim aðilum sem að byggja húsnæði á Akranesi. Ég átti fjölmörg viðtöl við umsækjendur starf forstöðumanns íþróttamannvirkja og var það ferli komið nokkuð áleiðis þegar ákveðið var að fresta þeirri ráðningu og taka samhliða því verkefni sem nú er í vinnslu hjá okkur og skoða skipulag bæjarins í kjölfar ráðgjafar kapasendum innra vinnulag Akraneskaupstaðar. Við áttum nokkra fundir til undirbúnings á umsóknum í styrktarsjóði með starfsfólki bæjarins
ráðgjöfum, Þróunarfélagi Breiðarinnar, Skaganum 3X, til dæmis í Matvælasjóð, sem var svona innri vinna hvað það varðar. Við áttum sömuleiðis nokkra samningafundi eða innri fundi og töluverða vinnu í greiningu vegna samninga við Hvalfjarðarsveit sem eru núna í vinnslu. Það hefur svo sem ekki skilað neinum árangri enn sem komið og nú verður fróðlegt að sjá hvernig þau mál enda öll sömul. Síðan var í skoðun og átti ég hér fundi með áhugasömum aðilum sem vilja tryggja áframhaldandi samkomulag við ríkið aðgang að landi og mannvirkjum í Skorradal fyrir skátana eftir að samningur sem var gerður til 50 ára rennur út í lok árs 2023 notkun á mannvirkjum sem við höfum verið að nota þar. Og ég þá að vinna því núna í samstarfi við ríkið að skoða framtíðarútfærslu á því. Og svo var fundur með Rauða krossinum þeirra innri mál, starfsemi og mögulega opnun á karlar í skúrum á Breiðinni, sem enn í vinnslu og ætti að koma svona tillaga útfærslu á því verkefni til skoðunar fyrir bæjarfulltrúa á næstunni. Það voru 2 fundir á tímabilinu í stjórn Þróunarfélags Breiðarinnar, þar sem var unnið með margs konar þætti. Það var unnið að framtíðar viðskiptamódeli fyrir rannsóknar og nýsköpunarsetur. Það voru teknar viðræður við nokkra aðila leiguverð sem og margir eru þegar búin að ákveða og staðfesta þátttöku þar. Sumir að huga að flutningum, svo sem coworking, KPMG, SSVAF, Símenntunarmiðstöð, Fasteignafélagi Hús, svo maður nefni nokkra. Búið að setja upp vinnuaðstöðu fyrir 10 starfsmenn í samvinnusetri og fjárfesta í skrifborðum sem voru keypt mjög ódýr með því að nýta notaðan búnað sem lítur reyndar afskaplega vel út. Við vorum sömuleiðis að fara yfir tilboð og svona setja ramma fyrir tilboð sem við erum að fá frá arkitektum vegna hönnunar á rými og erum við þá sérstaklega að huga því framtíðarverkefni að það þurfi öflugri lyftu í húsið til þess að geta tekið á móti fötluðum í húsið og öðrum sem að þurfa á lyftu að halda. Svo var unnið á umsóknum eins og ég kom áður að ýmsum styrkjum, svo sem nýjungar í undirkælingu og frystingu á matvælum sem getur skapað 15% nýtingu á hráefnum, svo sem lax, hvítfisk og lambakjöti. Vorum einnig að vinna að umsókn vegna veiða og vinnslu á grjótkrabba sem hefur verið fengið nokkra styrki í gegnum tíðina en þarna voru við í báðum tilfellum að sækja í 600 milljón króna sjóð, matvælasjóð sem að gæti vonandi skilað okkur töluverðri sérstöðu inn á þetta svæði. Sömuleiðis erum við með umsækjendur með aðila verkefni sem heitir plastfari sem mun gegna nýju hlutverki þar sem þar getur leyst á hólmi plast án þess að gefa upp nánari upplýsingar þetta á þessu stigi. Og í skoðun sömuleiðis uppsetning á grænum viðskiptahraðal sem við erum að skoða þá í samstarfi við Faxaflóahafnir og undirbúningur á uppsetningu rannsóknarmiðstöðvar vegna súrnun sjávar í samstarfi við Háskóla Íslands og skoðun og þróunarverkefni með álklassanum fyrir matvælaiðnaðinn. Svo það helsta sé nefnt. Og sömuleiðis þá átti ég fund þar sem verið að skoða framtíðarmál gistihúsaþjónustu á Akranesi og áhrifum COVID á ferðamannamálin hér á Akranesi. Vorum jafnframt að skoða hvernig framtíðarhlutverk Landsbankahússins gæti verið og mun ég eiga samtal það við kjörna fljótlega þar sem að kemur út úr því. Svo farið á kynningafund nýjungar í Kortasjá sem að mun færa Akraneskaupstað nýjar
upplýsingar sem gagnlegt verður að vinna með í innri greiningu bæjarins og sömuleiðis í að efla upplýsingagjöf til íbúa. Svo átti ég 2 fundi með endurskoðanda bæjarins vegna sviðsmyndagreiningar fyrir Höfða og sú vinna að vinnast nokkuð vel áfram og ég var á síðasta fundi tekin ákvörðun að fá til liðs við okkur einn aðila til þess að taka greininguna aðeins lengra og vonast ég til þess að innan fárra vikna verðum við komin með svona sviðsmyndagreiningu sem kjörnir fulltrúar geta horft á og tekið ákvarðanir út frá. Og svo var fundir með 2 skjólstæðingum bæjarins vegna þjónustu okkar í velferðarþjónustu og afhendi endurskinsmerki til barna í Brekkubæjarskóla og Grundaskóla og svo voru ansi margir fundir vegna viðbragða vegna COVID þar sem að 3. bylgjan var að skella á. Jafnframt flutti ég 2 klukkustunda fyrirlestur sem að var verið að sækja í reynslu bæjarstjóra að vinnu með stefnumótun og framtíðarsýn í störfum sínum síðustu 20 ár og þennan fyrirlestur flutti ég fyrir nemendur í meistaranáminu forysta og stjórnun í háskólanum á Bifröst. Utan þetta hafa verið ýmsir fundir sem snerta stjórnsýslu bæjarins, meirihluta fundir með oddvita minnihluta fundir fullt af símtölum með kjörnum fulltrúum eins og gengur og gerist og auk funda í bæjarráði, skipulags- og umhverfisráði, bæjarstjórn og svo framvegis. Af helstu verkefni sem í gangi á sviðunum þá langar maður að byrja á skipulags- og umhverfissviði. Þar kannski fyrst að nefna hvað varðar götur og stéttar. Verið að klára gatnaviðhald í Krókatúni ásamt því að nýbúið ásamt því sem nýbúið í samstarfi við Vegagerðina að lagfæra afleggjara að Hestakverfi og Höfðaseli við BM Valla og Gámu. Byrjað var á gatna- og lagnaframkvæmd í Flóahverfi sem felst í því að leggja bundið slitlag og götu og klára vinnu vegna lagna. Verið að skoða ásamt veitum framkvæmd í Skógarhverfi 4, sem sagt Aspaskóga 1-7 og stemt að sameiginlegu útboði með veitum hvað það varðar. Verið að skoða bundið slitlag og breið, þannig að bundið slitlag sé að fullu að útivistarsvæði og byrjað að vinna grjót sem fer í grjótvörn við Faxabraut, Bráðabirgðavegu Kominn sem að nýtast öllum meðan á framkvæmdum stendur. Og svo það nýframkvæmdir í gangstéttum í Skógarhverfi, þær eru langt komnar. Verið að byrja á að setja bundið slitlag og stíg meðfram Krókalóni. Stemt að lagfæra stétt við Merkuteg í stað Laugabrautar að ósk veitna vegna útskiptingu lagna við Laugabraut. Verið að setja upp 30 km skilti í tengslu við umferðaröryggi. Nýbúið að bæta við þrengingum í Grundahverfi til að ná niður hraða. Hvað varðar opin svæði að stofnanalóðir, þá verið að undirbúa gróðsetningu trjágróðurs við Flóahverfi. Endurbætur á fyrsta áfanga við lóð Brekkubæjarskóla eru hafnar, hönnun og endurbætur á Grundaskólalóð hafin. Verið að hanna tillögur að svæðum fyrir yngstu börnin við leikskólana. Og lagfæring á lóð við Akarsel vegna sigvandamála stendur yfir. Hvað fasteignir varðar þá hönnun á leikskóla í Skógarhverfi í gangi, reiknað með að verkið verið boðið út í nóvember. Hönnunavinna farin af stað vegna uppbyggingu íþróttamannvirkja á Jaðarsbökkum og verkfræðihluti hönnunar verður boðin út fljótlega. Búið að bjóða út seinni áfanga á frágangi á Dalbraut 4 og verið að skoða hæfi lægstbjóðanda, verklokur áætluð á miðju næsta ári. Tilboð í Þekjuna verða opnuð í næstu viku og eru verklok áætluð 1. mars á næsta ári. Verið að bjóða út búningsklefa á Jaðarsbökkum og í framhaldinu uppbyggingu á Köldumpott. Verið að ljúka lóðafrágangi við Fimleikahús, húsað öðru leyti fullbúið. Stærri viðhaldsverkefnum snúa að endurnýjun þakka á Brekkubæjarskóla og íþróttahúsi við Vesturgötu lokið, eins múrviðgerðum á lágbyggingum á Vesturgötu lokið. Stemt að því að uppbygging reiðhallar verða mestu lokið á þessu ári.
Öll tilboð liggja fyrir og hafa verið samþykkt. Hvað skipulagsmál varðar eða lóðamál, þá skipulagsferli í gangi sem miðar að lóðum fyrir raðhús og einbýli í Skógarhverfi. Vinna við endurskoðun aðalskipulags í gangi, stefnt að því að klára fyrir áramót. Skipulagsferli við nýja lóð Festis N1 hafið, samhliða því þarf að ákveða með frekara skipulag á Dalbrautarreitnum. Og skipulagsverkefni samkeppni að fara af stað varðandi uppbyggingu við Langasand. Verið að skoða þéttingu byggðar í eldri hluta bæjarins. Og svo erum við á lokasprettinum með markaðsátaksverkefni varðandi lóðir og hafa Sædís og Stefán starfsmenn hér hjá bænum verið að halda þétt utan þetta verkefni og gert það myndarlega og von okkar að geta hafið markaðssetningu innan skams. Ferli við úthlutun lóða í undirbúningi við Suðurgötu og víðar í framhaldinu af því að viðauki við Fráveitu að klárast og þarf að huga að næstu skrefum við uppbyggingu á Sementsreit. Og svo frekara skipulag í Skógarhverfi miðar að því að fjölga fjölbýlishúsalóðum í vinnslu. Og svo hvað varðar útboð á ýmsum rekstrarþáttum, þá í undirbúningi útboð vegna innanbæjarstrætó, verið að vinna útboðsgögn vegna snjómoksturs, samningstími þar 5 ár og jafnvel meira en það og hægt að framlengja 2 ár sem sagt í útboðsgögnunum sem verið að vinna 1 ár í senn. Og verið að fara af stað með vinnu í útboðsgögnum vegna ræstinga leikskóla, bókasafns, byggðasafns og þorpsins. Hvað varðar skóla og frístundamál, sem ég fór nú ansi ítarlega yfir hér fyrir mánuði síðan, þá ætla ég samt að nefna svona það helsta sem að þar að það reynt verulega á stofnanir skóla og frístundasviði síðustu vikur, annars vegar vegna þeirra fyrirmæla að allir starfsmenn sem finna fyrir flensueinkennum haldi sig heima þar til gengið hefur verið úr skugga að viðkomandi hafi sýkst af COVID-19 og hins vegar vegna þess að fjöldi starfsmanna hafa verið í sóttkví vegna þeirra smita sem hér hafa verið staðfest. Stjórnendur muni því virkja áætlanir viðbrögð vegna manneklu þegar staðan orðin þannig að öryggi barna eða nemenda ógnað. Stjórnendur þorpsins og grunnskólana funduðu með skólameistara FFA ásamt fulltrúa barnaverndar og sviðsstjóra skóla og frístundasviðs vegna upplýsinga hópamyndanir ungmenna á höfuðborgarsvæðinu. Hópurinn var sammála að hér á Akranesi bæri ekki á slíkum hópamyndunum en ástæða væri til að vera áfram í samráði og samvinnu við aðila á höfuðborgarsvæðinu sem fara með forvarnir og frístundamál ungmenna. Stjórnendur grunnskólana og sviðsstjóri skóla og frístundasviðs funduðu einnig með stjórnendum FFA mikilvægi þess að efla enn frekar samvinnu milli skólastigana, ekki síst til að draga úr neikvæðum áhrifum á námsframvindu nemenda vegna styttingu framhaldsskólans. Hafin vinna við hönnun skólalóðar grundaskóla og framkvæmdir hafna við lóð Brekkubæjarskóla. Og innan leikskólans mikil vinna í gangi við undirbúa innleiðingu á kjarasamningi félags leikskólakennara og fjölgun undirbúningstíma sem samið var í þeim samningi. Á stjórnsýslu og fjármálasviði þar var auðvitað afgreitt hér rekstrarniðurstöða fyrstu 6 mánaða ársins sem hefur aðeins verið fjallað hér á bæjarstjórnarfundum, þar sem að meðal annars hefur verið flýtt og fjölgað framkvæmdum rúmar 320 milljónir veitt greiðslufrest fasteigna og gatnagerðargjöldum ásamt því að gjöld leikskóla, grunnskóla og frístundar voru lækkuð í samræmi við notkun án þess að sveitarfélagið skerti laun á móti tekjutapi. Og rekstrarniðurstaða samstæðu Akraneskaustaðar, þar að segja A og B hluta, var neikvæð samtals 28 milljónir fyrir fyrstu 6 mánuði ársins, en áætlun hafði gert ráð fyrir neikvæðri niðurstöðu 92 milljónir. Og framleiðað EBITDA var 89 milljónir og framleiðað hlutfallið því 2,2% á fyrstu 6 mánuðum ársins og veltufjárhlutfall samstæðunnar þó sterkt áfram og 1,7. Samstæðan því mjög vel í stakk búin til að inna hendi allrar nauðsynlegar greiðslur næstu 12 mánuði og eigin fjárhlutfall samstæðunar nemur nú 54% og skuldahlutfall 46%.
Lokaúttekt hefur í samstarfi við vottunaraðilann verið færð til og áætluð þann 20. til 22. október, en það vottun, jafnlaunavottunin sem við erum búin að vera að vinna að. Og svo það vinna við fjárhagsáætlunargerð, hún hafin og gert ráð fyrir að grunnforsendur fjárhagsáætlunarvinnu séu til umfjöllunar í bæjarráð næstkomandi fimmtudag ásamt tíma og verkáætlun vegna vinnunnar. Gera má ráð fyrir krefjandi verkefni við gerð áætlunar samanber aðstæður í þjóðfélaginu. Á velferðar- og mannréttindasviði þá voru frá 1. júní allar starfsstöðvar með hefðbundnum hætti, en áherslan var á almennar sóttvarnir og samfélagssáttmála. Í ljósi nýjustu upplýsinga COVID-19 smitt var ákveðið að bregðast við með aðgerðum til að tryggja sem best öryggi í þjónustu og starfsemi fyrir fólk sem í viðkvæmri stöðu með undirliggjandi sjúkdóma. Staða mála verður metin reglulega í vikunni og upplýsingar uppfærðar á heimasíðu bæjarins og Facebook. En staðan í dag, hvað varðar félagsstarf aldraða og öryrkja, var að Kirkjubraut 40, að hún var lokuð núna í vikunni. Fjölliðjan vinnu- og hæfingastaður var lokað 21., 2. og 3. september og við ætlum að endurmeta stöðuna 23. Starfsmenn eru í samskiptum og starfsmenn við notendur og búsetuþjónustum útfærslu á þjónustunni. Endurhæfingarhúsið Hver lokað 21. og 22. september. Eftirfarandi starfsemi áfram og þar fylgt ítrustu leiðbeininga sóttvarnir og andlitsgrímur og annar hlífðarfatnaður notaður í samskiptum við notendur. En það sem áfram heimaþjónusta, heilsuefling aldraðra, búkolla, búsetuþjónusta fatlaðra og dagdvölin á Höfða einnig opin, eins og við munum að þá var henni lokað í fyrstu bylgju COVID, en nú hún áfram. Hvað varðar félagsþjónustu og barnavernd hægt að ná í starfsmenn með að hafa samband við þjónustuver á hefðbundnum símatímum. Hvað barnavernd varðar þá netfangi þar barnavernd@akranes.is og við viljum áfram minna á tilkynningarhnapp á heimasíðu Akraneskaupstaðar sem við sýnilegur þar undir. Og alltaf hægt að ná á starfsmanni barnaverndar á bakvakti gegnum neyðarnúmerið 112 ef eitthvað kemur upp. Starfsstöðvar leggja áherslu á að tryggja sem best öryggi og þjónustu og starfsemi fyrir fólk sem í viðkvæmri stöðu. Og ég vil nota tækifærið og hrósa starfsfólki okkar fyrir að standa vaktina og vera lausnum með í hugsun í allri sinni vinnu í okkar viðkvæmasta hóp og áfram fólkið okkar að sýna styrk okkar og þetta álag á alla okkar starfsfólk hefur sýnt ótrúlegan styrk og æðruleysi við þessar aðstæður sem ekki lengur fordómadæmalausar því að þau að gangi gegnum 3. bylgju nú. Hvað varðar menninga- og safnamál, þá var 14. ágúst lokahátíð sumarslestur barna á bókasafninu. Vísindavilli tryllti líðin með tæknibrellum og skemmtilegutum. Sumarlestur endaði í rúmum 80.000 blaðsíðum með 108 virka lesendur, hvorki meira en minna en 753 blaðsíður á hvern lesara á meðaltali. Og föstudaginn 25. september stóð til að frumsýna Dýrin í Hálsaskógi, en ég var að fá þar upplýsingar rétt áður en fundurinn byrjaði að það búið að fresta þessu eitthvað inn í október og svona vegna þeirra stöðu sem nú uppi. Og Leynileikhúsið mun standa fyrir leiklistanámskeiðum í Stúkuhúsinu í vetur og námskeiðin ætluð fyrir grunnskólaaldur frá öðrum og frá 8. bekk og upp í 2. bekk. En þessar mundir tekið við tilnefningum bæjarbúa menningarverðlaun Akranes 2020 og bæjarbúa hvattir til að senda inn tilnefningar á akranes.is. En liggur ekki fyrir hvort og þá með hvaða hætti unnt verður að standa að vökudögum í ár.
en þeir ættu öllu jöfnu að fara fram dagana 29. október til 8. nóvember. Og langþráður hljóðleiksagna komin í gagnið á Byggðasafninu. Er að ræða 43 stopp viðsvegar sýninguna og boðið upp á leiðsögn á íslensku og ensku. Og algjörlega magnað að skoða núna safnið og verður spennandi að opna síðan þessa sýningu með formlegum hætti þegar að við getum gert það á myndarlegan hátt. Hvað atvinnu og ferðamál ég nú búin að koma aðeins inn á það, en ég vildi svona aðeins nefna nokkur atriði aðeins nánara með þessa könnun sem ég myndist á til verktaka og verður mjög spennandi að sjá hvernig þessir mikilvægi viðskiptamannahópur okkar hér verktakar, hvernig þeir sjá fyrir sér að við kynnum bæinn okkar og hvenær það hentar best. Áhrif COVID eru mjög sýnileg eftir sumarið í ferðaþjónustunni. Sumar hápunktur og gestakomum. Maí til ágúst 2019 voru gestakomur í Akranesvita 6.230, samanborið við árið 2020 voru gestakomur 2.650 sem tæplega 60% lægri gestakomur á milli ára á þessum háana tíma. Fyrstu 9 mánuði samdráttur á svæðinu 140% og spilar þar inn að vitinn var lokaður í vor vegna COVID-19. Það hefur verið auðvitað vegna lokana töluverður samdráttur líka í notkun á Guðlaugu, en ég ekki komið með tölur ennþá til að geta farið yfir með ykkur. Hvaða tjaldsvæði á Kalmansvík einnig að glíma við sömu aðstæður og verður rekstraraðili boðar og fund bæjarráðs í byrjun október þegar rekstrarniður sumarsins liggur fyrir. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar, þessum á Hlíða, ég hef lokið máli mínu. Kærar þakkir, bæjarstjóri Sævar Freyr, og ég gef orðið laust skýrslu bæjarstjóra. Einhverjir bæjarfulltrúar vilja taka til máls. Það enginn sem kveður sér hljóðs. Jú, það var reyndar ég. Jú, þarna kom einn bæjarfulltrúi, Rakel Óskarsdóttir, gjörðu svo vel. Takk fyrir. Maður var að reyna að vinka og skrifa í einu, það gekk svona vel. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar og aðrir sem á okkur Hlíða, langar kannski aðeins að nefna nokkur atriði í þessari skýrslu bæjarstjóra og þakka honum fyrir það. Það varðandi þessa markaðsherferð og svona hvernig við ætlum að móta það sem kaupstaður og hvaða vöru erum við að fara að selja og hvað ætlum við að leggja áherslu á. Þá virðist þetta greinilega vera eitthvað sem svolítið móðins núna að sveitarfélög að grípa til þessara aðgerða og Sellameiningar Selfoss sem kannski svolítið reið á vaðið í þessu og seldi sín lífsgæði í sínum kaupstað og svo kemur Hvalfjarðarsveit þar á eftir og nú sá ég Hafnarfjarðarbæ. Ég held að það rosalega mikilvægt fyrir okkur að skapa okkur eitthvað sérstöðu og velja okkur eitthvað hvað við ætlum að selja og fyrir eitthvað stöndum við og hafa það stutt og hnit með að eitthvað sem situr eftir í fólki heldur en að vera að telja svolítið upp að við séum góð og í svo mörgu sem við erum náttúrulega, en að reyna að stilla fókusin þannig að við ákveðum svona hvaða söluvöru við ætlum að selja. Þannig ég vildi svona bara aðeins koma aðeins inn í þetta. Ánægjulegt að heyra að verkefni Karlar í skúrum sé að þokast áfram og þakka bæjarstjóra að teki vel í þetta erindi þegar ég kom með það inn á sínum tíma og fylgja því líka eftir og finna því þá stað. Af því ég held að þetta sé gríðarlega mikilvægt og sérstaklega núna því ég þekki það vel að það eru margir karlmenn sérstaklega sem koma til mín á gólfvellin á sumrin og hafa ekki gólfið á veturnar að þá gæti þetta verið flott lausn fyrir rosalega stóran hóp.
Velti líka fyrir mér, ég var nú búin að skrifa hérna hjá mér og varðandi þróunarfélag á Breið að það sé farið að bæði fólk og fyrirtæki fari að huga að flutningum yfir í setrið sem virkilega jákvætt af því að ef það gerist ekki þá gerist lítið. Og velti þá einmitt fyrir mér Landsbankahúsinu og hann nefndi það svo síðar í erindi sínu bæjarstjórinn að það væri kannski koma það væri að koma einhver kannski nýjar vendingar í því og þá væri líka gaman að spyrja hvort að það væri bara rétti tímapunktur kannski að selja það húsnæði núna. Hvort að það væri einsviðsmyndin sem að væri verið að skoða. Og varðandi sviðsmyndagreiningu Höfða þá vil ég leggja gríðarlega áherslu á það að þegar þau gögn fara að líta dagsins ljós að þau komi strax til bæjarfulltrúa. Þannig að við séum búin að rýna þau gögn og skoða áður en við hittustum og förum að funda málið að við fyrst fáum góðan aðgang á þeim í tíma. Þannig að vinnan nýtist okkur fyrir vinnufundi. Ég held að ég hafi ekki fleira þetta að segja. Takk. Bæjarfulltrúi Rakel Óskarsdóttir hefur lokið máli sínu og bæjarfulltrúi Elsa Lára Arnardóttir biður orðið. Gjörðu svo vel. Heyrið í mér? Já. Ok. Já, forseti, ágætu bæjarfulltrúar og aðrir sem á hlýða. Ég vil bara byrja að þakka bæjarstjóra fyrir greinargott yfirlit yfir störf hans undanfarið. Og mér langar kannski bara að byrja mitt þar að nú að styttast í það að gögnin hvað varðar sviðsmyndagreiningu Höfða verði tilbúin og áætlað að þau komin á fund bæjarráðs eftir 2 vikur. Og ég hef einmitt óskað eftir því sem formaður bæjarráðs að bara nú í dag við starfsfólkið okkar að við fáum gögnin leið og þau eru tilbúin og þau verið send til okkar. Þannig við getum haft tíma til að skoða hvað þau fela í sér. Ég vil taka undir orð bæjarfulltrúar Rakelar Óskarsdóttur það að það varðar ímynd okkar, markaðsherferð, það varðar mikilvægi þess að hafa hlutina hnitmiðaða. Við höfum marga styrkleika og ég alveg full viss það að við getum komið þeim á framfæri á mjög hnitmiðaðan og skýran hátt. Ég hlakka til að sjá hvað könnunin sem að bæjarstjóri nefndi í ræðu sinni, könnunin meðal verktaka uppbyggingu, hvað hún mun sýna okkur fram á. Mjög spennandi og vel unnin könnun, takka fyrir það. Og síðan einmitt langar mig bara það hvað varðar þegar hann nefndi forstöðumann íþróttamannvirkja að einmitt eins og hann sagði að þá erum við að taka þetta inn í okkar greiningarvinnu. Og við höfum gefið okkur bæði meiri hluti og minni hluti tíma núna fram að mánaðamótum til að vinna okkar tillögur með sikkur lagi og munum síðan hittast upp úr mánaðamótum og skoða þetta. En það er bara mikilvægt við vöndum vel til að verka í þessum efni sem öðrum og þetta eru stóru verkefni sem við höfum í höndunum og ég þess fullviss það að við náum einhverju góðri lending okkur til hagsbóta fyrir okkur öll. Þannig bara já, takk fyrir. Bæjarfulltrúi Elsa Lára Arnardóttir hefur lokið máli sínu. Eru fleiri sem að óska eftir að fá orðið varðandi skýrslu bæjarstjóra? Svo ekki. Og þar með skýrsla bæjarstjóra lögð fram hér á þessum fundi. Annar fundaliður málsnúmeri 20.06.182 og fjallar langtímaveikindi starfsmanna á árinu 2020 veikindapott. Meirihluti bæjarráðs samþykkti á fundi sínum þann 10. september síðastliðinn úthlutun og miðlægu veikindapotti vegna kostnaðar stofnana Akraneskautsstaðar við afleysingar sem tilkomin vegna veikindaforfalla starfsmanna á árinu 2020. Úthlutunin vegna tímabilsins 1. janúar til og með 30. júní og nemur samtals krónu 52 milljónum króna en til ráðstöfunar í áætlun samtals 42 milljónir króna.
Mismuninum að fjárhæð 10 milljónir króna verður mætt með lækkun á áætluðum rekstrarafgangi. Meirihluti bæjarráðs samþykkti viðauka númer 24 að fjárhæð 52 milljónir króna. Ráðstöfuninni verður mætt með 42 milljónum á liðnum 208301691 og 10 milljónir króna með lækkun á áætluðum rekstrarafgangi og bæjarráð vísar hér með þessum viðauka til bæjarstjórnar til endanlegrar afgreiðslu. Og orðið er laust viðauka númer 24 þessa ráðstöfun. Það er bæjarfulltrúi Elsa Lára Arnardóttir. Já, forseti kæru ágætu bæjarfulltrúar og aðrir sem á hlýða. Heyrðu, ég ætla að fá að víkja fundi þó ég kunni ekki alveg hvernig ég á að gera það í þessu tölvubúnaði með að við tækni örðuleikan í byrjun vegna þess að þetta mál varðar þá stofnun sem við starfa við. Það er bara spurning hvort ég takk ekki bara af mér headphone-in og halli tölvunni og ég fái skilaboð frá einhverjum þegar að þessi umræði er búin. Er það ekki bara gott plan? Sjáumst, ég víka fundi. Eins og sjá má er bæjarfulltrúi Elsa Lára Arnardóttir vikin að fundi og við höldum þá áfram umræðu um þennan lið, mál númer 2006-182 og orðið er laust. Það er bæjarfulltrúi Einar Brandsson, gjörðu svo vel. Já, forseti ágætu bæjarfulltrúar, mig langar aðeins að taka til máls undir þessum lið. Þetta er að verða svolítið stór upphæð og svona tölur sem að maður les út úr þessu ef ég er að lesa þetta rétt, þessu Excel-skjali sem við fengum. Sem fylgigagn í þessu og ef ég man rétt þá ræddu við þetta fyrir sirka ári síðan held ég að þetta væri ekki góð staða sem við værum í og þyrfti að skoða eitthvað betur. Þannig að mér finnst í rauninni dapurt að við séum komin hérna 1 árið enn og þetta vex í rauninni bara. Þetta er kannski ekki svona, hvað maður að segja, þægilegasta mál að tala en við verðum að ræða þetta. Því að ef ég les rétt út úr þessu Excel-skjali þá var 2016, þá vorum við með 6,2% af stöðugildum bæjarins sem þarna falla undir í rauninni í veikindafríi. Þetta eykst, þetta er orðið rúmlega 6,5% 2017. 2018 það var orðið 7,9%. Og nú 2019 virðist að hafa tekið eitthvað stökk því að það eru 11% af störfum eða af stöðugildum sem að má segja þá að eru í veikindafríi allt árið. Þannig að þetta eru svona svakalegar tölur, mikill vöxtur í þessu. Og við verðum í rauninni að fara að skoða þetta ef þetta er til dæmis eitthvað sem veldur einhverja starfsstöðvar eða umhverfi hjá okkur er að valda því að fólk veikist, þá verðum við í rauninni að skoða það mál mjög vel. Því að þetta getur ekki gengið áfram að þessi prósentutala aukist svona frá hverju ári. Og eins og ég segi, hún hefur aukist töluvert mikið núna frá 2018 og 2019.
Ég hefði þess vegna viljað að þegar þetta mál væri afgreitt að fyrir lagi einhverjar frekar úttektir eða útskýringar á því hvað í rauninni að gerast hjá okkur í þessu máli eða sem sagt starfsumhverfi okkar orðið svona lélegt að fólk veikist eða hvað það sem að veldur og ef að það niðurstaðan að þá verðum við að gera eitthvað því til þess að laga það því að þetta gengur ekki áfram. Takk fyrir. Bæjarfulltrúi Einar Brandsson hefur lokið máli sínu og ég ætla aðeins að áður en ég býð öðrum að taka til máls, þá ætla ég aðeins að fá að tala bara á sæti forseta. Sem að við erum ekkert að skipta sæti hér. Hér eru forseti og varaforseti að eiga orðastað og annar varaforseti vikinn að fundi, þannig að ég tala bara hérðan, en ég ætla að taka bara undir það sem að bæjarfulltrúi Einar Brandsson segir varðandi það að þessi vöxtur á þessum lið sem að við sjáum í gögnunum undir þessum máli, hann er ískyggilegur og er sannarlega eitthvað sem að við virkilega þurfum að skoða betur og einmitt fá einhverja svona kannski betri tilfinningu fyrir því sem að bæjarfulltrúinn nefndi, erum við að bjóða starfsfólki okkar upp á vinnuaðstæður sem að eru bara ekki nægilega góðar. Og erum við þess vegna að missa fólk í veikindaleyfi eða hvaða aðrir þættir geta legið að baki því að þróunin síðastliðin ár hefur verið með þessum hætti sem að bæjarfulltrúi Einar rakti. Að því sögðu að þá sáum við fulltrúa meirihlutans sem að sátum í bæjarráði á þessum fundi eða undir þessu fundalið sem að voru ég og bæjarfulltrúi Ragnar B. Sæmundsson, sáum okkur ekki annað fært heldur en að samþykkja þessa ráðstöfun núna einfaldlega til þess að halda bara til þess að halda stofnunum okkar gangandi, þannig að þessi hluti rekstrarins væri gerður upp og forstöðumenn hefðu þá það í hendi að þessi kostnaður yrði greiddur og með þá fullvissu geta þeir haldið áfram inn í síðar hluta ársins. En að sjálfsögðu líst manni ekkert vel á það að vera búin að greiða þennan kostnað fyrir fyrri helming ársins og seinni helmingurinn eftir. Það lítur bara ekkert sérstaklega vel út. En það hefði að okkar mati ekki verið sanngjarnt gagnvart stofnununum og stjórnendur þeirra að fara að halda eftir að við farum að halda í við okkur við að greiða þennan kostnað. Þetta kostnaður sem fallinn til og við í raun og veru höfum ekkert annan kost heldur en að gera það. Þá hef ég lokið máli mínu og næstur á mælendaskrá. Það bæjarfulltrúi Rakel Óskarsdóttir. Gjörðu svo vel. Nei. Sandra var á undan mér. Það bæjarfulltrúi Sandra Margrét Sigurjónsdóttir. Gjörðu svo vel. Takk fyrir forseti. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar og aðrir sem á okkur hlýða. Ég tek heilshugar undir með kollega mínum og bæjarfulltrúa Einari Brandsssyni þegar hann lýsir yfir stórum áhyggjum og forseti líka á þessari þróun og ég held að
þegar við erum farin að tala 11% veikindahlutfall, ef við horfum bara til Reykjavíkurborgar árið 2019 með við það mælaborð sem að þau hafa gefið út, þá talan 6,2% sem að ég myndi telja að væri kannski svona á einhverju eðlilegra róli þegar þú ert að tala mikinn fjölda starfsmanna. Og við sjáum að á flest öllum sviðum erum við að tala að prósenturnar séu komnar upp í 2 stafa tölu. Og ég held að það sé bara verulega mikið áhyggjuefni og hlýtur að kalla á það og í rauninni finnst mér að við ættum að vera búin að bregðast við með því að rýna í það og kannski hefur einhver slík vinna farið fram á þess að ég viti það, að rýna í það hvað að valda í rauninni þessari miklu aukningu milli ára og bregðast við. Mér finnst, og ég svo sem get alveg skilið sjónarmið forseta varðandi það að það sé erfitt að varpa allri ábyrgðinni yfir á stjórnendur, en ég held að það væri líka alveg hægt að staldra við og segja, heyrðu, ok, þú veist, við afgreiðum ekki allan pottinn, við afgreiðum þetta ekki allt, vegna þess að ætlumst til þess líka að stofnanirnar okkar grípi þá til einhverja mótvægisaðgerða og ráðstafana til þess að bregðast við þessu, þá í samstarfi við æðstu stjórnendur bæjarins. Þannig að mér finnst ekki rétt að úthlita öllum þessum fjármunum að svo stöddu ef við skiljum ekki máli betur, en það getur vel verið að hér komi fram einhverjar skýringar sem að eins og ég segi, ég þekki ekki, en ég mun sitja hjá í þessu máli ef ekki koma frekari skýringar eða í rauninni aðgerðar áætlanir fram sem að þessu til stuðnings. Ég hef lokið máli mínu. Bæjarfulltrúi Sandra Margrét Sigurjónsdóttir hefur lokið máli sínu og næsta mælendaskrá bæjarfulltrúi Rakel Óskarsdóttir. Gjörðu svo vel. Já, forseti, ágætu bæjarfulltrúar, byrja því að þakka góða umræðu þetta mál og sama hvaðan hún kemur. Ég sat hjá í þessu máli í bæjarráði þegar þetta var til afgreiðslu og það voru ágætis sem að komu þarna fyrir fundinn sem að eru í fundagáttinu okkar núna. Sérstaklega þá vil ég benda á Excel-skjalið fjölda klukkustunda í veikindum. Það sem tekin þróun frá 2015 til 2019. Og mér bara brá, ég ætla bara að vera heiðarleg þegar ég segi það. Þetta gríðarleg aukning á milli ára og þó sérstaklega milli 18 og 19. Og ég vakti athygli á þessu fyrir ári síðan og sat hjá líka í þessari afgreiðslu þá. Og finnst bara að það hafi ekki verið nóg að gert í því að skoða þetta mál. Ég hef einhverja vitneskju það að sé til einhvers konar tækjabúnaður sem að gæti vaktað ákveðna þætti svona fjarveru líka sem að kemur þá meira inn á skemmri veikindin. Það hefur reynst vel í einhverju sveitarfélögum og við ræddum þá á bæjarráðsfundinum hvort að það væri tilefni til þess að taka upp slíkt kerfi og ég held að við ættum að skoða það alvarlega. Auðvitað þetta viðkvæmt eins og bæjarfulltrúi Einar Brandsson segir, þetta viðkvæmt og maður vill ekki ætla fólki og aldrei ætla fólki það að sé að gera sér upp veikindi. En þetta orðið eitthvað svona óþægilega stórar tölur og margir klukkutímar og margar klukkustundir sem fara í afleysingu og sem endar þá í auknum kostnaði. Þarna var líka kláraður pottur og ég tek undir það með bæjarfulltrúa Söndru Margréti að ég hefði ekki kosið að fara þá leið. Mér finnst við þá bara vera að rétta þeim óútfylltan tékka þá bara áfram og gera viðauka með þá ekki einhverjum kvöðum það að við viljum fara til að grípa til einhverja aðgerða áður en að árið verið búið.
52,5 milljón fyrir hálft ár, segja manni þá að þetta verða rúmar 100 milljónir þegar árið er liðið. Og mér finnst það bara ansi mikið til þess að geta samþykkt það og ég geri það sama núna og ég gerði á bæjarráðsfundinum að ég sit hjá í þessu máli þar sem að mér finnst að við hefðum átt að skoða þetta mál betur á milli ára eins og við gerðum kröfum eftir að við tókum þetta fyrir ári. Takk fyrir. Bæjarfulltrúi Rakel Óskarsdóttir hefur lokið máli sínu. Eru fleiri sem óska eftir að ræða annan fundalið? Svo er ekki. Og þá erum við göngu til atkvæðagreiðslu þá vil ég bara taka undir það að það er sem að bæjarfulltrúi Sandra Margrét og Rakel komið inn á. Það er bara mikilvægt að í framhaldinu að þá skoðum við þetta vel. Skoðum þetta vel á milli ára og reynum að komast að finna einhverjum vísbendingar fyrir því hvaða orsakir liggja að baki þessari í rauninni ótrúlegu aukningu sem við erum að horfa á. Fyrir fundinum liggur þá sú tillaga sem er viðauki númer 24 við fjárhagsáætlun Akraness 2020 að fjárhæð 52 milljónir króna, ráðstafað samkvæmt meðfylgjandi fylgiskjali þannig að ráðstöfuninni verði mætt með 42 milljónir króna að liðnum 28.30, 16.91, 10 milljónir króna með lækkun á opnum rekstrarafgangi. Og þeir sem samþykkja þessa ráðstöfun eru beðnir að gefa merki. Það eru 4 bæjarfulltrúar sem samþykkja, er einhver á móti? Það er enginn á móti, þannig að það eru 4 sem sitja hjá. Þá er þeim dagskrárlið lokið og ráðstöfunin samþykkt af 4 bæjarfulltrúum, enginn á móti. Við hingrum eftir því að fá bæjarfulltrúa Elsu Láru Arnardóttur aftur inn á fundin. Ertu komin inn, Elsa? Elsa Lára, heyrðu í mér. Elsa Lára, komin inn á fundin. Já, ég er komin inn. Já, ég fekk SMS rétt í þessi, hélt ég væri orðin á fljót. Óvart. Elsa Lára Arnardóttir mætti aftur á fundin og við förum í 3. fundalið. Hann hefur málsnúmeri 20.06.235. Þetta er deiliskipulag Akratorpsreitur, Suðurgata 119 og 121. En skipulags- og umhverfisráð samþykkti á fundi sínum 7. september síðastliðinn greinargerð sem svar við athugasemd sem barst við grenndarkynningu vegna breytinga á deiliskipulagi vegna Suðurgötu 119 og 121. Og skipulags- og umhverfisráð vísaði málinu til bæjarstjórnar og gögn þessa máls liggja fyrir í fundagátt. Og ég gef orðið laust þetta mál. Ykkur vill tjá sig. Það er enginn sem að biður orðið. Þannig að sú tillaga sem að liggur fyrir fundinum er að bæjarstjórn samþykki fyrirliggjandi greinargerð sviðsstjóra skipulags- og umhverfissviðs sem svar bæjarstjórnar við þeirri athugasemd sem barst við grenndarkynninguna. Og þannig að þeir sem að samþykkja fyrirliggjandi deiliskipulagsbreytingu og hún verður send til skipulagsstofnunar og auglýst í B-deild stjórnartíðinda og samþykkja þá jafnframt fyrirliggjandi greinargerð sviðsstjóra sem svar við þeirri athugasemd sem barst
Ég bið þá að gefa merki. Það samþykkt samhljóða, 9 hendur á lofti. Og þá förum við í 4. mál, það málið sem var tekið hér inn með afbrigðum í upphafi fundar, málsnúmer 20.09.094, deiliskipulag Jaðarsbakka breyting, en reitur 3 sem skilgreindur var fyrir fjölnotahús, íþróttamiðstöð, fjölnotahús, íþróttamiðstöð 2 hæðir, verður fjölnotahús, íþróttamiðstöð 2 hæðir og kjallari. Jafnframt byggingarreitur stækkaður 5 til 7 metra til norðurs. Breytingin gerð á stofnanalóð og stækkun byggingarreitur í átt að annarri stofnanalóð, það Grundaskóla til norðurs. Frávikið verði heimilað og samkvæmt 3. málsgrein 44. grein skipulagslaga, nr. 123 frá 2010 og breytingarnar í samræmi við meginatriði deiliskipulagsins. Skipulags- og umhverfisráð leggur til að þetta frávik verði heimilað samkvæmt áðurnefndri grein skipulagslaga með þeim rökum að breytingarnar í samræmi við meginatriði deiliskipulagsins og hafa engin áhrif á hagsmuni annarra en lóðarhafa og Akraneskaupstaðar og teljast þær því óverulegar. Og orðið laust þessa tillögu. Það enginn sem kveður sig hljóðs. Þeir sem samþykkja þessar breytingar á deiliskipulagi Jaðarsbakka beðnir að gefa merki. Það samþykkt með 9 atkvæðum. Þá förum við í 5. fundarlið, þannig málsnúmer 20.01.002, þetta fundargerð bæjarráðs á árinu 2020 og lagðar fram fundargerðir númer 3429 frá 10. september síðastliðnum og 3430 frá 17. september síðastliðnum. Og orðið laust þessa fundargerðir. Eitthvað sem biður orðið? Forseti. Já. Geturðu gefa okkur örfá svona smá breyk til þess að renna aðeins aftur yfir þetta því að við erum ekki með handriti fyrir framorg sem erum í fjarfundi. Gefa okkur bara smá slaka. Það fúslega veitt. Takk fyrir. Og þeir sem vilja óska eftir að fá orðið senda svo bara línu það. Já, það bæði fulltrúi Elsa Lára Arnardóttir sem biður orðið. Ég skal renna aðeins yfir það sem ég með fyrir fram að mig. Hvað var það fyrst fundagerði bæjarráðs frá fund 3429 frá 10. september. Þar var til dæmis 3. mál á dagskrá Jaðarsbakka 1 hönnun og þarna var í skipulags- og umhverfisráð að leggja það til við bæjarráð að stofna stýrihóp verkefnið og niðurstaða bæjarráðs var að fela bæjarstjóra að vinna drög að erindisbréfi sem verður tekin fyrir núna á 5. í bæjarráði og þarna munu auk starfsmanna skóla- og frístundasviðs og skipulags- og umhverfissviðs koma fulltrúi 1 frá minnihluta og 1 frá meirihluta þannig að ég veit að það er verið að vinna í því báðum megin. Þannig að það síðan númer 4 var þjónustukönnun sveitarfélaga 2020 Gallup. Það kom sem sagt erindi til bæjarráðs sem tilboð þátttöku Akraneskaupstaðar í árlegri þjónustukönnun og þetta könnun sem fer fram meðal stærstu sveitarfélaga landsins en það var niðurstaða bæjarráðs að taka ekki þátt í könnuninni í ár og einbeitt okkur frekar að því bara að klára þá umbóta og greiningarvinnu sem að Kapasent fól okkur eða fór yfir núna fyrra árin og við höfum stundum rætt. Og ég veit það líka, núna eru allir bæjarfulltrúar að vinna að því og leggja sér fram við að rýna þær tillögur til gagns og hvaða leið við förum í því. Dagskrárliður 6 bókasafn og starfsdagur til dæmis og það er það. Og það var erindi sem frá bæjarbókaverði að fá að halda starfsdag fyrir starfsfólk safnsins og nota daginn í undirbúa vetrastarf bókasafnsins. Og síðan var óskað eftir því að safnið fá halda eitt svona funda ári til undirbúnings. Það er óskað eftir þessu starfsdegi því það er erfitt að ná öllu starfsmönnum saman
því þau vinna annarkvort á morgunvöktum eða síðdegisvöktum. En niðurstaða bæjarráðs á þessu fundi var bara að setja þetta í þann farveg í rauninni að vísa til umsagnar í menningar- og safnanefnd og komu síðan til okkar í bæjarráði. 13. mál á dagskrá á þessu fundi voru mál sem hefur verið mikið í deiglunni hjá okkur, samningar félagsþjónustu og barnavernd milli Akraneskaupstaðar og Hvalfjarðarsveitar. Og rétt áður en þessi fundur fór fram þá höfðu bæjarfulltrúar átt fund með sveitarstjórnarfulltrúum Hvalfjarðarsveitar, fundi sem fór frá mánudagskvöldi 7. september. Og það sem var verið að ræða umfang þjónustunnar og spyrja spurninga og fara yfir mjög flott greiningagögn sem að okkar starfsfólk inn á fjármálasviði og á velferðarsviði hefur verið að taka saman og sem að bæjarstjóri hefur líka verið með. Og þarna var bara verið að fara yfir þær umræður sem átt sér stað á þessum fundi og að þessum fundi var verið að bara senda ákveðnar upplýsingar og í rauninni tilboð til Hvalfjarðarsveitar og ítreka í rauninni það sem við höfðum í rauninni fram að færa í okkar gögnum. Og síðan í rauninni, þannig að ég leyfi mig kannski að fara yfir í næsta fund. Það var síðan aukafundur í bæjarráði 17. september þar sem í rauninni erum aftur með þessi gögn og þar sem við í rauninni leggjum fram boð okkar, í rauninni tilboð okkar þá þjónustu sem við erum að veita til Hvalfjarðarsveitar. Og þannig að það búið að fara miklar umræður og mikil tími í þessa vinnu og svör í rauninni að fara skýrast núna alveg á næstunni. Og í rauninni komið svör frá Hvalfjarðarsveit sem við munum taka fyrir þá í bæjarráði næsta fimmtudag. Má ég sjá, hvar ég með þetta? Þetta allt út allt þegar maður með þetta á tölvunni. Númer 14, sem sagt á þessum fundi frá 10. september, þá var það rekstur samskipt og samningar en bæjarfulltrúar hafa átt samtal framtíðarfyrirkomulag styrkveitenda Akraneskaupstaðar til Íþróttabandalagsins og jafnframt verið að meta þessi COVID-áhrif sem íþróttahreyfingin hefur orðið fyrir. En undir þessu þá var bæjarráð að samþykkja erindisbréfið og vísaði til kynningar í skóla- og frístundaráði. Þetta erindisbréf að koma aftur inn á bæjarráðsfund sem verður á fimmtudaginn og þessi hópur á að gefa sér frekar stuttan tíma í að vinna eða til 15. október samkvæmt erindisbréfinu til að finna út úr því framtíðarfyrirkomulagi sem verður hvað varðar styrki og annað til íþróttahreyfingarinnar frá kaupstaðnum. Og mér finnst alltaf mikilvægt í þessum efnum að við skoðum samhliða að starfshópurinn skoði líka hvað varðar meðfram iðkenda fjölda, líka rekstur og svona umfang þessari íþróttafélaga því að yfirbyggingin getur líka verið mismunandi milli íþróttafélaga og hefur áhrif á það sem þau þurfa að standa frammi fyrir. Síðan það fundargerð bæjarráðs frá 17. september 2020 og það til dæmis dagskrárliður 4 íbúðir fyrir fatlaða einstaklinga, stofnstyrkjur til Brynju hússjóðar. Og þarna var í rauninni verið að staðfesta samstarfssamning Akraneskaupstaðar og Brynju hússjóðs Öryrkjabandalagsins sem úthlutanir íbúða til öryrkja samkvæmt biðlista sveitarfélagsins eftir félagslegum leiguíbúðum. Þetta var lagt fram til samþykkis í bæjarráði. Og þetta bara felur í sér að Akraneskaupstaðar og Brynja gera með sér samkomulag vegna úthlutunar stofnframlags og þetta tekur til 10 íbúða og sem áætlað að byggja þessu á næsta ári og með þessum samningi skal það vera tryggt að úthlutun íbúðanna fari til öryrkja samkvæmt biðlista sveitarfélagsins eftir félagslegum leiguíbúðum og leiguverðið sé ákvarðað af stjórn Öryrkjabandalagsins. Og bara niðurstaða bæjarráðs var að fulltrúar meirihluta samþykktu samstarfssamninginn
Og síðan mál númer 5 á þessum fundi var að sambærilegt, það varðar bara leigufélag aldraðra, það varðar uppbyggingu 31 íbúðar og með þeim samstarfssamningi þá á það bara að vera tryggt að úthlutun íbúðana fari til eldri borgara Akranesi og stjórn leigufélags aldraða ákverði leiguverð. Og þarna var það niðurstaða bæjarráðs að fulltrúar meirihluta samþykktu þennan samning. Þannig að þetta svona sem að, ég tók svona upp úr þessum fundi. Þannig að ef einhverja spurningar eru þá bara varpið þeim. Takk fyrir. Bæjarfulltrúi Elsa Lára Arnardóttir hefur lokið máli sínu og mælendaskrá opin. Einhverju vilja kveðja sig hljóðs. Það bæjarfulltrúi Rakel Óskarsdóttir, gjörðu svo vel. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar, örstutt, getur ekki verið þekkt fyrir það að þegja undir Suðurgötu 108. Það sem að meiri hlutinn ákvað að setja þetta hús á sölu gegn því sem var ákveðið á síðasta kjörtímabili. En allt í lagi, það má breyta öllu þegar nýr koma til valda. Það er bara svoleiðis. En ég ítrekaði afstöðu mín í þessu máli og er andvið því að selja þetta hús, það sem að mér finnst það ekki passa inn í það skipulag sem var unnið á síðasta kjörtímabili og sátt var og var víkjandi í því. Þannig að ég er mjög spennt að sjá hvernig þetta mál þróast og hvernig og hvort af sölu verður. Ég ætla líka bara að fylgja eftir því að ég hef setið hjá í öllum þessum málum varðandi stofnframlagið að það er ekkert leyndamál. Við höfum rætt það mörg fyrir okkur í Sjálfstæðisflokkunum. Okkur finnst ansi hratt og bratt farið af stað í þessu að fylgja þessari húsnæðisáætlun sem var til 6 ára og það er nú svona ástæðan fyrir mörgum þessum þáttum sem ég sit hjá og aftur ítreka ég varðandi leiguíbúðir aldraða að fara í þessa vegferð þar sem að engin rannsóknarvinna hefur verið gerð nema það að það var framkvæmt könnun sem segir það eða ástandskönnun væntanlega sem segir það að þetta íbúðarúrræði ekki til á Akranesi og þá er hlaupið til og farið í þetta úrræði. Og ég er algjörlega ósammála þessu. Ég hef svo sem sagt það áður á fundum og ítreka það hér enn og aftur. Annað svo sem hefur verið mikið rætt varðandi launapottin sem er stór þáttur í fyrri fundagerðinni og þykir kannski ekki ástæða til þess að fara aftur yfir það og varðandi Hvalfjarðarsveitarsamninginn þá held ég að fæstor bera kannski mest ábyrgð núna að því að við eigum eftir að taka samtalið í bæjarráðinu á fimmtudaginn og ég held að það sé skynsamlegt að láta þá umræðu bíða að svo stöddu og segi það bara máli mínu lokið undir fundarliðum bæjarráðs. Bæjarfulltrúi Rakel Óskarsdóttir hefur lokið máli sínu. Eru fleiri sem að óska eftir að taka til máls eða eru komnir á mælendaskrá? Svo er ekki. Jú, það er bæjarfulltrúi Einar Brandsson. Gjörðu svo vel. Já, forseti og ágætu bæjarfulltrúar og aðrir sem á okkur hlýða. Það er eins farið með mig og bæjarfulltrúan Rakelu Óskarsdóttur að þegar Suðurgata 108 kemur fyrir í fundagerðum að þá er okkur gjarnt að tjá skoðanir okkar það og ég ætla nú ekki að hafa neina breyting á því. Ég hef verið svona hugsi yfir þessu og ókei
nýr meirihluti, hann ákveður það að selja húsið og í sjálfu sér þannilega allt í lagi með það. Það meirihluti fyrir því og við erum þá bara í minnihluta sem að viljum og vildum halda við það að rífa húsið. Eina ástæðunum fyrir því að við vildum færa húsið var það að þá hefðum við getað fært götumyndina eða húsin sem þá væntanlega koma frá gangstéttinni, þannig að það yrði smá lóð frá gangstétt og yfir á húsi. En eins og við vitum þá er Suðurgata 108 alveg út af gangstéttinni. Það að ákveða að fara með húsi í sölu setur í rauninni þá þessa pælingar og þá væntanlega breytingu á því skipulagi sem að við þá kannski gætum gert og var og held ég með húsin hana við sem eru hugsuð, að þau voru hugsuð inn í götunni. En við í rauninni getum ekki gert meðan að þetta söluferli í gangi með það. Og það sem verra kannski að við getum í rauninni þá kannski ekki útluta þeim lóðum sem að eru þarna í kringum Suðurgötu 108 því að nema menn séu þá bara öruggir á því að selja og ætla ekkert að rífa húsið og þá verða hin húsin væntanlega út í götuna sem að mér finnst slæmur kostur. Þannig að ég út frá þessum vinkli að með því að rífa ekki húsið, heldur hafa það í söluferli, þá erum við í rauninni að taka skipulagið svolítið í gíslingu. Og það getur tekið, miðað við það tilboð sem í gangi, skilst mér að það getur tekið allavega 1 ár þangað til að niðurstaða væri komin í það mál. Fyrst ég nú komið hérna og fann að ræða þennan hluta af bænum að þá væri gaman að fá að kannski einhverjar upplýsingar það hvort að komin af stað einhver vinna í sambandi við það önnur en kom hér fram í ræðu bæjarstjóra þar sem að verktakar virðast hafa áhuga á lóðunum en eru við farin að gera einhverja vinnu í því að skipuleggja þá að leggja götur því að ef framfer sem horfir að breytingarnar á Faxabrautinni og Varnargarðinum ganga eftir og verður þá lokið í vor, næsta vor, að verður við þá tilbúin til þess að fara að úthluta lóðum á þessum reit og þá kannski ágætt líka að fá svar við því ef að við göngum ekki frá kaupunum á Suðurgötunni, Suðurgötu 108 nema þá með einhverjum fyrirvörum, erum við þá tilbúin að úthluta lóðunum þar í kring á næstu vikum. Takk fyrir. Bæjarfulltrúi Einar Brandsson hefur lokið máli sínu og orðið henni laust fundargerð bæjarráðs og það bæjarfulltrúi Ragnar B. Sæmundsson kveðis við hljóðs. Gjörðu svo vel. Forseti, bæjarfulltrúar og aðrir smá hlýða. Það gamla stefið, það Suðurgötu 108. Ef ég byrja að svara þið með lóðirnar, þá fara lóðir við Suðurgötu í úthlutun leið og vinnu við viðauka, leið og nýr samningur við veitur verður kláraður. Og raunur ekki því til fyrirstöðu að þær færi út, þegar sá samningur liggur fyrir. Mér finnst í þessar umræðu svolítið skrítið að hlusta hér á annars vegar
bæjarfulltrúar Rakel Óskarsdóttir og hins vegar bæjarfulltrúar Einar Brandsson. Þar sem Rakel talar skipulagið og við séum að fara á það hafi verið búið að ákveða að rífa þetta hús og þarna liggi fyrir ákveðið skipulag og svo bæjarfulltrúi Einar sem talar að skipulagið sem liggur einmitt fyrir og var samþykkt í síðustu bæjarstjórn, hann vilji breyta því. Þetta geta skipulag breyst en þá það oftast ósk þeirra sem eru að byggja það annað en ekki bæjaryfirvalda sem nýbúin að samþykkja skipulagið. Það mjög skrítið að færa byggðina inn frá götu í skipulagið sem nýbúið að samþykkja. Mér finnst það mjög skrítið og það heldur ekki því til fyrirstöðu að skipulagið færist þó að þetta hús standi því það eru fjölda annarra húsa við götuna sem standa við Gámstétt og byggingarlínum getur alveg verið inn í lóð. Hún getur verið út í götu eins og hún í skipulaginu núna en það finnst mér skrítið að heyra að það sé eitthvað sem hafi staðið til þegar skipulagið liggur fyrir og var samþykkt svona. Og í mínum huga þetta mjög gott skipulag. Bæjarfulltrúi Einar Brandsson kom inn á tilboð áðan og mér finnst það bara ekki rétt. Þetta tilboð gildi trúnar eins og öll önnur tilboð og ég held að við ættum að temja okkur það að virða það og við getum þá bara rætt það annars staðar en á opinberum vettvangi. Bæjarfulltrúi Ragnar P. Sæmundsson hefur lokið máli sínu. Eru fleiri sem óska eftir að ræða fundargerðir bæjarráðs. Bæjarfulltrúi Rakel Óskarsdóttir, gjörðu svo vel. Já, forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Það er svona leiðilegt að menn alltaf fara í einhverja skotgrafir ef við förum að ræða þessi mál. Mér finnst bara mjög jákvætt að formaður skipulags- og umhverfisráðs sé ánægður með skipulag á Selmennsvatni. Það gleður mitt litla hjarta mjög. Hann var ekki hér á síðasta kjörtímabili og hann getur leitað sér heimilda víða það að þetta var víkjandi og við munum alveg hvernig umræðan var þegar þetta var tekið upp í bæjarráði á sínum tíma að þá sem var samþykkt í bæjarráði af þeim sem sitja í bæjarráði í dag að kalla eftir fjármunum til þess að rífa þetta hús. Það verður þá skyndileg vending í skipulags- og umhverfisráði hjá formanni þessa ráðs sem að segir okkur að þetta hús skuli standa. Ég held að það hafi komið oddutunum sem eru starfandi núna í meirihlutanum jafn mikið óvart á mér þegar við sendum beiðnin inn á þeim á sínu tíma. Þannig að vendingin í þessu máli var mjög einkennileg. Og ég held að við þurfum ekkert að fara í einhverjar skotgrafir með það þegar við ræðum þetta mál. Götumyndin, ég alveg sammála Einari Brandsssyni bæjarfulltrúa. Það var rætt á sínu tíma að þetta hús myndi víkja og að lóðirnar sem eru þarna að götumyndin myndi verða þannig að það yrðu ekki upp við Gámstétt. Það má vel vera það hafi breyst eitthvað með millitíðinni eftir að við skiljum þessu á okkur. Ég skal ekki segja til það. En annars bara enn og aftur ég mjög spennt að sjá hvernig þetta mál endar. En ég kannski hrædd það að þetta verði kannski þá líka töf á annars þessum lóðaútlutum sem að verða þarna eða sem eru væntanlega þá tilbúna til útlutun eins og formaður skipulags- og umhverfisráðs segir. En annars þakka ég fyrir mig og mun örugglega ekki óska eftir að koma upp í þriðja sinn. Takk. Bæjarfulltrúi Rakel Óskarsdóttir hefur lokið máli sínu og fleiri sem óska eftir að ræða fundargerð bæjarráðs. Bæjarfulltrúi Ragnar P. Sæmundsson, gjörðu svo vel. Forseti bæjarfulltrúi og aðrir sem á hlýða. Ég ætla bara að óska eftir því formulega hér að bæjarfulltrúi Rakel Óskarsdóttir sýni með það í skipulaginu að það sé víkjandi. Það kemur skýrt fram í skipulaginu að það megi víkja en það megi hins vegar líka standa. Það kemur ekki fram að húsnæði sé víkjandi, heldur sé út frá götumynd að þá megi það víkja en það megi líka standa.
Það ekkert við þetta hús sem á að tefja lóðaúthlutun og eins og ég sagði áðan að þá förum við að stað í þá úthlutun leið og samningar við veitur liggja fyrir. Bæjarfulltrúi Ragnar B. Sæmundsson hefur lokið máli sínu. Eru fleiri sem óska eftir að ræða fundargerð bæjarráðs. Það er bæjarfulltrúi Rakel Óskarsdóttir í þriðja sinn. Gjörðu svo vel. Kærar þakkir, forseti. Ég verðist að éta hatti minn og koma í þriðja sinn upp og það er alveg rétt eins og hann segir, formaður skipulags- og umhverfisráðs, að það megi standa megi líka víkja, en hann skal ekki træta samt fyrir það að þetta er breyting á vilja þeirra sem að tóka ákvörðun þetta og kusu þetta skipulag á sínum tíma. Það var alveg vending og þú getur talað við alla bæjarfulltrúa sem að sátu við borðið á þeim tíma. Þannig að hvort það sé ekki nógu sterkt að kveðið, það má vel vera að það sé rétt, formaður skipulags- og umhverfisráðs. Takk. Bæjarfulltrúi Rakel Óskarsdóttir hefur lokið máli sínu og bæjarfulltrúi Ragnar B. Sæmundsson fyrir morðið. Gjörðu svo vel. Forseti bæjarfulltrúa og aðrir sem á Hlíða. Auðvitað er þetta breyting. Við vorum að samþykkja meira að segja lið númer 2 og 3 sem eru líka breytingar frá áður samþykktu skipulagi sem einhvern tíma var ákveðið. Þetta er breyting út frá því sem rætt var á síðasta kjörtímabili en þetta er bara í mínum huga jákvæð breyting, annars værum við ekki að standa í þessu. En þetta er alveg sama breytingin og allar aðrar skipulagsbreytingar sem við gerum. Þetta er ekki svona skipulagsbreyting. Þetta var bara hugur fyrri meirihluta stóð til þess að rífa þetta hús. Það er ekki sami upp á tegunum núna. Þannig er bara málið. Bæjarfulltrúi Ragnar B. Sæmundsson hefur lokið máli sínu og þá held ég að bæjarfulltrúi Einar Brandsson er næstur á mælendaskrá. Gjörðu svo vel. Já, forseti, ágætu bæjarfulltrúar og aðrir sem á Hlíða. Það er alveg rétt hjá Ragnari B. Sæmundssoni, formanni skipulags- og umhverfisráðs, að það er nýr meirihluti núna og hann hefur tekið ákvörðun og það er ekkert við því að segja, en við megum alveg samt sem áður hafa ákveðnar skoðanir og við höfum í okkar máli reynt að koma því til skila sem var í umræðunni á síðasta kjörtímabili þegar við vorum að vinna þetta skipulag. Þá var umræðan svo sem að flaut yfir á þetta kjörtímabil að það átti að rífa þetta hús og það voru allir sammála það á sínum tíma þó að það sé kannski ekki meitlaði neina steina. En þannig var nú umræðan og meirihlutin á þessu kjörtímabili, hann hefur alveg fullkomið vald til þess að breyta því. Þannig að það er ósköp eðlilegt. En okkar skoðun var á síðasta kjörtímabili og er enn að hvað varðar götumyndina þá væri æskilegt að það væri ekki húsin upp við götu. Og ef við förum hérna bæinn og skoðum það sem að við erum með hús alveg upp í gangstéttinni og svo næsta hús kannski inn í bakgarðinum með lóð. Og þetta er ekkert, þetta er kannski í lagi þar sem að þetta er fyrir hendi. En þarna erum við búin að fjalla öll hús nema þetta og að vísu eru þannig 2 lítil hús kannski sem að segja eru og annað þeirra stendur upp í götu. En það er bara mín skoðun að hús eiga ekki
ef við erum að byggja nýja hús og byggja nýja götumyndir. Við eigum ekki að hafa húsin út í gangstétt. Takk fyrir. Bæjarfulltrúi Einar Brandsson hefur lokið máli sínu. Eru fleiri á mælendaskrá eða óska eftir að taka til máls? Svo ekki. Jú, bæjarfulltrúi Raka B. Sæmundsson óskar eftir koma hér upp einu sinni. Þetta síðast skipti. Forseti, bæjarfulltrúi sem aðri á Hlíða, ég alveg sammála Einari með götumyndina, þú veist, þegar við keyrum bæinn, en hins vegar það þannig að við Suðurgötuna standa 6 hús þarna megin við götuna, frá Horni, Mánabrautar og uppúr, sem eru við gangstétt. En þá þurfum við bara að taka umræðum það hvort við ætlum að fara í stórfelld uppkaup eða hvað við ætlum að gera. Ég sé ekki þessi eitt hús sem ráði því algjörlega hvort það verið byggt inn í lóðið eða við gangstétt. Við þurfum þá bara að fara að ræða það að byrja Horni Skagabrautar og enda á Mánabraut. Eða bara alveg niður úr. Takk fyrir. Bæjarfulltrúi Raka B. Sæmundsson hefur lokið máli sínu. Og svo ég tjái mig örlítið þetta úr sæti forseta. Þá það alveg rétt sem að fram hefur komið í umræðinni hér á þessu fundi að það voru aðrar fyrirætlanir uppi með þetta hús á síðasta kjörtímabili og það urðu óvæntar vendingar eins og bæjarfulltrúi Rakel Óskarsdóttir kom inn á eftir að bæjarráð sendi frá sér núverandi bæjarráð sendi frá sér ákveðna svona ákvörðun og ég bara skal alveg viðurkenna það að þegar að farið var betur yfir málið með mér þá snerist mér hugur í málinu og ég lét sannfærast það að það væri rétt að fara þessa leið, að freista þess að auglýsa húsið til sölu og þá sérstaklega eftir það að mér fannst vera sýnt fram á það að húsið, ef þetta fallega hús að mínu mati yrði gert upp, að þá félli það vel að þeirri götumynd sem að þarna væri fyrirhuguð. Og þetta höfum við síðan bara mismunandi skoðanir. Það mín skoðun að samkvæmt því sem að ég hef séð og mér hefur verið kynnt að þetta hús geti fallið vel að nýrri götumynd þarna. Aðrir hafa þá skoðun að svo sé ekki og þá það bara þannig. Og svo bara skiptust við á skoðunum hérna. Og bara sjálfsagt að gera það. Mér finnst eins og og ég vil bara árétta það að menn sýni skoðunum hvers annars virðingu í þessum umræðum og rökræðum. Að það sé ekki gert lítið úr því að fólk geti haft aðra skoðun heldur en maður hefur sjálf. Og eru fleiri sem óska eftir að taka til máls. Það bæjarfulltrúi Sandra Margrét Sigurjónsdóttir. Gjörðu svo vel. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Ég verð að lýsa yfir að ég sammála í rauninni kollegum mínum, bæjarfulltrúum Einari Brandsssyni og Rakel Óskarsdóttur, það að það færi betur á því að þetta hús myndi víkja og sérstaklega þá í rauninni ég sammála þeirri röksemdafærslu að það sé ekki gott að vera með húsin út við götu. Þetta hús stendur í dag eitt og sér svolítið svona fyrir miðja vegu þarna á Suðurgötunni þar sem í rauninni gert ráð fyrir nýrri byggð og mér hefði fundist fara betur á því að þetta hús myndi víkja og í staðinn kæmi þá fallegt hús sem að væri þá með garð fyrir framann þannig að það stæði ekki alveg ofan í gangstéttinni. Þannig að ég bara
algjörlega ósammála þessari ráðstöfun sem að í rauninni núverandi meirihluti hefur ákveðið að fara í og kom ég þó ekki að umræðum þetta mál eða annars líkt á fyrra kjörtímabili. Og ég vildi bara koma þessum skoðunum mínum á framfæri. Takk fyrir. Bæjarfulltrúi Sandra Margrét Sigurðardóttir hefur lokið máli sínu. Fleiri sem óska eftir að fundargerð bæjarráðs. Svo ekki og þar með eru þessar tvær fundargerðir bæjarráðs númer 3429 og 3430 lagðar fram. Sjötti fundarliður hefur málsnúmeri 20.01.005. Þetta er fundargerðir skipulags- og umhverfisráðs á árinu 2020 og lagðar eru fram 170. fundargerð frá 7. september síðastliðnum og 171. fundargerð frá 14. september síðastliðnum. Og orðið laust þessa fundargerðir skipulags- og umhverfisráðs. Forseti gefi hálfa mínútu eða svo, ef einhverju vilja. Það er bæjarfulltrúi Sandra Margrét Sigurjónsdóttir sem biður orðið. Gjörðu svo vel. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Mig langar aðeins að spyrja út í 7. lið á 171. fundi skipulags- og umhverfisráðs. Það sem verið að óska eftir í rauninni breytingum á deiliskipulagi út af fjölbýlishúsi, ef ég man rétt. Og mig langar svona bara til að spyrja formann skipulags- og umhverfisráðs aðeins út í tillöguna af því að heimila þetta frávik sem að framkvæmda aðili í rauninni óskar eftir. Bæjarfulltrúi Sandra Margrét Sigurjónsdóttir hefur lokið máli sínu og spyr 7. mál á fundi 171. Og bæjarfulltrúi Ragnar B. Sæmundsson tekur til máls. Gjörðu svo vel. Forseti, bæjarfulltrúar og aðrir sem á hlýða. Eins og bæjarfulltrúi Sandra Margrét Sigurjónsdóttir kom inn á, þá þarna óskum að fá að breyta gildandi skipulagi. Skipulagið gerir ráð fyrir því að íbúðir séu gegnumgangandi. Í þessu fjölbýlishúsi lagði verktakinn fram það að hafa stigahús en ekki svalaganga eins og eru mjög þekktir hérna. En til þess að geta í raun og veru boðið upp á litlar íbúðir, þá er nauðsynlegt eða telur hann nauðsynlegt að fyrirkomulag sé svona, að það séu í raun og veru ekki gegnumgangandi íbúðirnar. Þetta er svo sem alveg fyrirkomulag sem við þekkjum hérna úr eldri blokkum bæjarins. Og já, þarna verður sem sagt stigahús í staðinn fyrir svalagang. Og þá er hann að nýta stigahúsið inni á móti litlu íbúðunum á kostnað þess að þeir eru ekki gegnumgangandi. Takk fyrir. Bæjarfulltrúi Ragnar B. Sæmundsson hefur lokið máli sínu og næstur á mælendaskrá er bæjarfulltrúi Einar Brandsson. Gjörðu svo vel.
Já, forseti ágætu bæjarfulltrúar og aðrir sem á hlýða. Ég hafði nú hugsað mér að geyma það að tjá mig þennan lið sem er undir 7. liðnum í fundargerð 171 þangað til að þetta erindi kæmi hér inn til bæjarstjórnar sem formleg afgreiðsla, en fyrst að það er nú búið að fitja upp á þessu lið þá langar mig að koma aðeins á framfæri hugrenningu mínum eða skoðunum. Ég er í rauninni ósammála bókun skipulags- og umhverfisráðs þar sem að þeir segja, með leyfi forseta, fráviki verði heimilað samkvæmt 3. málsgrein 44. grein skipulagslaga númer 123 frá 2010. Breytingarnar eru í samræmi við meginatriði deiliskipulagsins og hafa engin áhrif á hagsmuni annarra en lóðarhafa og Akranesbæjar og teljast þær því óverulegar. Ég er í rauninni ósammála því að þetta hafi eingöngu áhrif á hagsmuni lóðarhafans og þá kaustaðarins sem slíks, því að við eigum þarna óbyggðar lóðir. Ég vil meina að þetta hafi verulega áhrif á þau 2 fjölbýlishús sem eru þegar til staðar við götuna númer 2 og 4 held ég að séu. Því að þau eru eins og formaður skipulags- og umhverfisráðs sagði að breytingin á þessu húsi er svo að það verða ekki svalaingangar og ef að bæjarfulltrúar hafa séð fyrirhugaðar teikningar þá verður verulegt ósamræmi á milli þeirra 2 fjölbýlishúsa sem eru komin við þessa götu og þessa hús. Því að sú hlið sem snýr út að götunni, hún er nánast má segja svona ef maður kveður fast á orði bara sem sagt byggingin bara heil hlið og svo eru svona smá frímerki sem að heita gluggar á geymslum sem sjást út á götuhliðina. Þannig að ég eiginlega átta mig ekki á því af hverju ráðið ætla sér að hleypa þessu í gegn eins og þetta kemur út. Og í rauninni ef ég skildi það rétt þá á ekkert að kynna þetta, heldur bara samþykkja þetta hér í bæjarstjórn sennilega þá næst. Án þess að nokkur fái það að tjá skoðanir sínar. Þannig að ég held að sé eiginlega slæmt fordæmi hjá okkur að gera þetta svona. Ef við ætlum að hleypa þessi gegn, þá verðum við að auglýsa þetta og leyfa fólki sem býr þarna í næstu húsum að tjá sig þetta. Því þetta veit ekki hvort ég má segja þetta ljótt. Takk fyrir. Sem sagt húsið. Bæjarfulltrúi Einar Brandsson hefur lokið máli sínu og það kom skýrt fram að það var húsið sem hann átti við að veri ljótt. En orðið er laust fundargerð skipulags- og umhverfisráðs og bæjarfulltrúi Sandra Margrét Sigurjónsdóttir biður orðið. Gjörðu svo vel. Já, forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Ég þakka formanni skipulags- og umhverfisráðs fyrir sína yfirferð og kollega mínum bæjarfulltrúa Einari Brandsssyni fyrir hans skilegu skýringar og skoðanir. Og ég vil í rauninni taka undir með bæjarfulltrúa Einari Brandsssyni varðandi útlitið á húsinu eins og það birtist í gögnunum.
og í rauninni þeim, og ég var undrandi yfir þeirri röksemdafærslu, jæja, sæll og blessaður, kötturinn mættur, undrandi yfir þeirri röksemdafærslu sem að kom fram í gögnum málsins að það væri ekki hægt að stækka til dæmis glugga á geymslum af því að það í rauninni væri svo mikilvægt að hafa geymslu í húsnæðinu og mér finnst þetta nú vera orðin ansi mikil forræðishyggja ef að menn ætla að hafa gluggana litla á geymslunum til þess að einhver geti ekki notað þetta fyrir eitthvað annað heldur en geymslu. Ég meina, ég skil bara ekki svona röksemdafærslu. Þannig að ég gef lítið fyrir það og finnst og í rauninni bara hvet skipulags- og umhverfisráð til að svona fara betur yfir málið og endurskoða sína afgreiðslu. Takk fyrir. Bæjarfulltrúi Sandra Margrét Sigurjónsdóttir hefur lokið máli sínu og orðið laust aftur fundargerðir skipulags- og umhverfisráðs og það bæjarfulltrúi Ragnar B. Sæmundsson. Gjörðu svo vel. Forseti, bæjarfulltrúi og aðra sem áhlýða. Ég vil þakka fyrir góðar umræður. Gluggarnir eru 60x60 og samkvæmt byggingarreglum þá þarf ekki eins og vera gluggi á geymslunum þannig að þeir geta líka kippt þeim út og þá verður þetta hús ennþá fallegra. Ég líka velti fyrir mér hversu langt eigum við að teygja okkur ef áhrif á fagurfræðina. Það var eins og einn góður maður sem sagði mig sumum finnst ljótt fallegt. Og ég hef oft hugsað út í það, af því að þegar menn keyra bæjarfélag eins og hér, þá er mjög misjafn sýn á húsnæði og byggingar. Við rættum hér áðan lengi í Suðurgötu 108 sem ég finnst falleg, en það er skýrt kom frá minnihlutanum og þeir eru ekki á sömu skoðun. Við eigum held ég fyrst og fremst að tryggja það að við séum að byggja gott og vanda húsnæði. Og við getum alveg sett spurningamerki við það hvort á íbúðirnar eiga að vera gegnumgangandi eða ekki. En hvort að ákveðin hús séu falleg eða ekki samkvæmt áliti nefndarinnar eða bæjarstjórnar annað, það finnst mér svona spurningamerki hvar eigum við að stoppa þá. Í þessu á þá ekki bara markaðurinn að ráða. Ef að menn telja sig vera að byggja húsnæði sem þeir geta selt og ef markaðurinn vill kaupa húsnæði, þá hlýtur svarað að liggja fyrir. Þá hlýtur einhverjum að finnast þetta fallegt húsnæði og gott. Þar finnst mér eiginlega svona bottom line-ið. En fyrst og fremst eigum við að huga því að við séum bara byggja gott húsnæði. Eins og ég segi, gluggarnir eru samkvæmt umsókninni 60x60. Það þurfi ekki að vera gluggar á geymslum. Þannig að þeir geta keypt þeim út og við í raun og veru getum ekkert sagt við því. Þannig að takk fyrir. Bæjarfulltrúi Ragnar B. Sæmundsson hefur lokið máli sínu og næst á mannréttindaskrá bæjarfulltrúi Rakel Óskarsdóttir. Gjörðu svo vel. Já, forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Ég bara spyr mig hvort það sé virkilega svo eins og bæjarfulltrúi Einar Brandsson vitnar í að þetta sé að fara þá bara í gegn án auglýsingar og ég held að við ættum ekkert að vera hengja okkur kannski í miklum fagurfræðum heldur faglegheitum og finnst mikilvægt að ef þetta er mikil breyting á götumyndinni þá ættum við nú að í það minnsta að tala við þá íbúa sem eiga hagsmuna að gæta sem eru kannski líka þeir sem að búa næst þessari byggingu. Hvort við að láta markaðinn alltaf ráða för, ég er nú ekki sammála því. Ég held að við eigum að stýra deiliskipulögunum hvernig þau eru, hvort að við þurfum stundum að breyta og bæta skipulögum, það er alveg eðlilegt og það er náttúrulega markaðurinn sem kallar eftir því, en markaðurinn á samt ekki alltaf að ráða för, ég er ekki sammála því, þá getur nú
ýmis skipulagslið sem komu upp eins og hafa svo sem gerst í gegnum tíðina víðast hvar. Takk. Bæjarfulltrúi Rakel Óskarsdóttir hefur lokið máli sínu. Eru fleiri sem óska eftir að ræða fundargerðir skipulags- og umhverfisráðs? Það bæjarfulltrúi Einar Brandsson, gjörðu svo vel. Já, forseti og ágætu bæjarfulltrúar og aðrir sem á hlýða. Ég ætla að byrja á því að leiðrétta formann skipulags- og umhverfisráðs, Ragnar B. Sæmundsson, bæjarfulltrúa. Ég minnist þess ekki að ég hafi sagt að hér í ræðustól og við getum kannski tekið eina kvöldstund eða svo hlustað á bæjarstjórnarfundi, ég og Ragnar, bæjarfulltrúi. En ég held ég hef aldrei sagt að Suðurgötu 108 væri ljótt hús. Það bara virkilega fallegt hús í sjálfu sér og reisulegt og allt það. Það bara stendur á vitlausum stað og samkvæmt því sem mér hefur verið sagt og trúi ég mönnum alveg í því, húsið ónýtt. Þannig að það rauninni það sem ræður afstöðu minni, ekki hvort að það hús sem slíkt sé fallegt eða ljótt. Ég held að þetta mjög reisulegt og fallegt hús. Svo það sé alveg á hreinu. En ég ætla líka að vera ósammála formanni skipulags- og umhverfisráðs Ragnari B. Sæmundssoni það að við eigum að hafa skoðun á því hvað okkur finnst fallegt og hvað okkur finnst ljótt. Og við eigum líka að gæta að það sé samræmi á húsum sem að standa og eiga að rísa við hliðina á öðrum húsum. Við eigum að hafa skoðanir á því. Og það að gefa leyfi til þess að það sé ekki hægt að ganga, sem sagt að íbúð ná ekki enda á milli, gefur þennan möguleika sem að þetta hús mun líta út sem að fyrirhugað að reisa á þessari lóð. Og mér finnst ekki vera samræmi þar á milli þeirra 3 húsa sem eru í þessari línu þá þegar þetta hús eru komið. Og það svona, það var kannski oftúlkun hjá mér að segja að húsið væri ljótt, en það er ljótt á þessum stað, eins og það snýr og fyrirhugað að gera það. Og við eigum að hafa skoðun á því hvað er ljótt og hvað er fallegt og hvað á saman og samræmi í götumynd, það sem við getum gert það. Ég held að við eigum líka að sérstaklega þegar greinilega smá ágreiningur þetta að þessi breyting fari þá í ákveðið ferli ef að menn ætla sér að halda því til streitu að samþykkja þetta sem að mér finnst miður. Takk fyrir. Bæjarfulltrúi Einar Brandsson hefur lokið máli sínu og bæjarfulltrúi Ragnar B. Sæmundsson óskar eftir að taka til máls. Gjörðu svo vel. Forseti, bæjarfulltrúar og aðrir sem á hlýða. Ég sagði ekki alltaf að markaðurinn ætti að ráða, alls ekki, ég alveg sammála því. En hins vegar var ég að meina að þarna myndi markaðurinn hins vegar ráðaði hvort að húsnæði væri ljótt eða ekki. Við erum ekki að breyta neinu skipulagi nema innra skipulagi. Við erum að breyta skipulaginu að það er ekki gegnumgangandi íbúðir. Við höfum meira verið að tala fyrir því að þarna hér fækki þessum svalagangahúsum og það komi stigagangar á móti. Þannig það er mjög skrítið ef að svalagangurinn á þá verða ráðandi. Og
við þurfum heldur ekki að fara víða ef að svo fyrsti sem byggir er ráðandi í allri línunni, þá erum við held ég í svolítið vondum málum. Ég er ekki sammálaði þó að húsin þarna sem eru byggð að sama aðila hlið við hlið, að þetta hús þurfi að vera algjörlega í takti við það. Það finnst mér vera, þá erum við að teygja okkur ansi langt. Ég er líka alveg sammálaði að við eigum að hafa skoðun útliti og það held ég hafi alveg okkar störf í nefndinni ráðinu á þessu kjörtímabili hafi alveg sýnt það. Við höfum verið að neita málum og annað sem bara ekki að falla að myndinni. En hins vegar þegar húsnæði uppfyllir allar reglur og það farið eftir skipulag annað, að öðru leyti þá en þessu gegnumgangandi ákvæði, að þá spurning hvort að við eigum að fara að skikka verktaka til að vera með gluggan metri sinnum metri en ekki 60 sinnum 60 eða 80 sinnum 80. Hvar eigum við að draga línuna? Við höfum komið með ábendingar og byggingafulltrúi annað uppbrot í húsum og mismunandi klæðningar og byggingarefni og annað. En við þurfum samt eitthvað staðar að hafa línuna. Að lokum vil ég bara þakka Einari fyrir að vera gengin í 108 liðið. Það er mjög gott að hafa þið þarna Einar og þegar húsnæði verður uppgert og fallegt þá förum við saman hann í innflytjenspartí. Takk. Fulltrúi Ragnar B. Sæmundsson hefur lokið máli sínu. Fleiri sem óska eftir að ræða fundargerð skipulags umhverfisráðs. Það er bæjarfulltrúi Ólafur Adolfsson. Gjörðu svo vel. Herra forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Þetta hefur verið athyglisverð umræða eins og svo oft þegar við ræðum skipulagsmál. Ég kannski vek athygli á því að ég ákvað að sitja hjá við afgreiðslu þessa máls. Ætlaði reyndar ekki að koma upp til þess að ræða sérstaklega fyrir en að við myndum að afgreiða þetta í bæjarstjórn. En ég vil nú kannski nefna það fyrst að það er auðvitað erfitt fyrir ráðsmenn að þegar ekki eru sérstök ákvæði í skipulaginu sem að varða útlitið og þá meina ég meðal annars efnisval og útlit bygginga, þá eru þetta erfitt fyrir kjörna fulltrúa að ætla sér að ýta við verktökum annað en þá í einhvers konar beiðni eða að biðla til þeirra að hafa húsin falleg. En ég er á þeirri skoðun að það hefði geta farnast betur við útlit þessa hús og auðvitað líka þannig að þegar við erum að skipuleggja hverfi í heild sinni þá reynum við að skipuleggja heildarmynd og þá viljum við gjarnan hafa húsin annarkvort í symmetríu eða þá markvisst að vera með margbreytilegum hætti. Og ég vil taka undir það að við höfum séð of mörg skipulagslið sem á Akranesi í gegnum tíðina og það er svo sem ekki að fara víðaðan bæinn til þess að finna þau slys. En ég vil bara ítreka það að þegar ekki eru ákvæði beinlínis í skipulaginu útlit húsa eða efnisval, þá erum við í dálítið erfiðri stöðu, kjörnir fulltrúar, þegar að skipulags skilmála eru uppfylltir að öðru leyti að neita mönnum að byggja sín hús. Bæjarfulltrúi Ólafur Adolfsson hefur lokið máli sínu. Það eru fleiri sem óska eftir að ræða fundargerð skipulags umhverfisráðs. Svo er ekki. Og eru þær þá þar með lagðar fram. Þessar tvær fundargerðir skipulags umhverfisráðs nr. 170 og 171. 7. fundarliður hefur málsnúmerið 20.01.004. Það eru fundargerðir skóla- og frístundaráðs á árinu 2020 og lögðir fram 100. og 40. fundargerð skóla- og frístundaráðs frá 15. september síðastliðnum. Og orðið er laust þessa fundargerð. Það er bæjarfulltrúi Bára Daðadóttir. Gjörðu svo vel. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar, þeir sem á okkur hlýða.
Ég ætla bara svona að tipla nokkrum atriðum frá 140. fundi skóla- og frístundaráðs. En undir fyrsta lið fengum við upplýsingar áhrif félags leikskólakennara kjarasamningana þeirra á starfsemi leikskólan okkar á Akranesi. Fengu þar kynningu á kostnaðarmati vegna ákvæðis í samningnum fjölgun undirbúningstíma. En þetta ákvæði tekur gildi núna 1. október næstkomandi. Mér langar bara að nota tækifæri að þakka starfsmönnum skóla- og frístundasviðs og stjórnsýslusviði fyrir bara þessa góðu og greinargóðu útreikninga og útskýringar. En samkvæmt þessu þá þurfum við að auka stöðugildi á leikskólum Akraneskautar 4,24 samtals að þessum 4 leikskólum sem við erum með. Kostnaðurinn á ársgrundvelli þá tæpar 24,3 milljónir. En frá 1. október og til áramóta það 6 milljónir. Og það sem orsakar það að þetta séu svona háar tölur hjá okkur á Akranesi að við erum hátt menntunarstig í leikskólanum. Við fengum kynningu frá mötuneytissóknum sem að gera starfshópur framtíðarskipulag mötuneytismála. Og þetta var bara mjög flott vinna og spennandi og ég hlakka til að sjá þegar það búið að greina það sem beðið var að greina í bæjarráði eins og kom fram hjá okkur. Og svo langar mér bara að minnast á bæjarfundur unga fólksins. Það var tekin ákvörðun að fundurinn yrði 17. nóvember næstkomandi. En að því bara að langa mig að nota tækifærið og þakka kærlega fyrir sem þetta bara bestu þakkir og baráttu kveðju til starfsfólks sem að starfa á stofnunum bæjarins og til bæjarbúa. Þetta bara erfitt ástand sem í gangi núna og þá ég vísið til COVID og ég sem foreldri barns í grunnskóla og leikskóla og í frístundastarfi hef orðið bara áþreifanlega vör við hvað það skiptir miklu máli hvað við erum með gott starfsfólk hjá okkur. Þetta þvílík skipulagsvinna og eins og til dæmis bara þegar maður að koma með barn á leikskólan, eina vikuna þá má maður bara verður maður að kveðja börnin við andrið, svo má maður koma inn og það þarf að spritta og gera allt tilbúið fyrir daginn eftir. Þannig að þetta bara heilmikið álag og heilmikla breytingar sem í gangi og eru þau með viðbúnaðarstig. Hvað þarf að gera ef að margir leikskólakennarar og þá kennarar eflaust líka þetta út vegna COVID og þetta bara heilmikið skipulags ástand ef við getum orðið það þannig. En takk fyrir. Bæjarfulltrúi Bára Dagadóttir hefur lokið máli sínu. Eru fleiri sem óska eftir að ræða fundargerð skóla- og frístundaráðs. Bæjarfulltrúi Rakel Óskarsdóttir. Gjörðu svo vel. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar, þakka fyrir þessa innlegg formanns skóla- og frístundaráðs þetta sem ég kallaði eftir á síðustu fundi var þessi greining og ég var svona einhvern veginn búin að áætla í höfðinu á mér 3 til 5 stöðugildi. Þannig að þetta kemur samt á óvart hvað þetta mikið, 4,24 og þá væntanlega verið að taka til bæði undirbúningstíma og þeirra þátta sem eru í nýja kjarasamningnum sem eru þá líka kannski stytting vinnuvikunar og aukin orlofsréttindi. 24 milljónir rúmar á ársgrundvelli. Nú eigum við eftir að semja við fleiri aðila hjá kaupstöðunum og stærsta stéttin þar eru kennarar og maður einhvern veginn að reyna að ímynda sér í rauninni hvað þetta verður þá stór tala þar og ég var að spyrja mig með þá umræðu sem hefur átt sér stað hér á þessum fundi varðandi líka veikindapottin og annað að það verða væntanlega einhvern veginn að koma til hertra aðgerða í rekstri hjá okkur á komandi árum af því að hlutfall launa og launatengdra gjalda komið yfir ykkur 70% og svo fer þetta bara hækkandi og hækkandi
Þannig að maður spyr sér bara hvernig eiga sveitarfélög almennt, og þá er ég ekkert að vísa bara beint í okkur, þá bara hvernig eiga sveitarfélög almennt að standa undir þessu. Og ég veit að það er kurr víða í sveitarfélögum á Íslandi út af þessu máli, og þá er ég ekki að gera lítið úr því að leikskólastéttin eigi rétt á sínum kjarabótum. En þá er þetta bara að þyngja buddu og rekstur sveitarfélaga gríðarlega. Og ég veit ekki hvað kemur þá þegar við erum búin að semja við kennarana. Að það verður mun stærri tala sem að við erum að horfa til þess þar með styttingu vinnuvíkunar og fleiri þátta. Þannig að takk bara fyrir þessar greiningar sem að ég kallaði eftir og að fylgja því úr hlaði. Bára, takk. Bæjarfulltrúi Rakel Óskarsdóttir hefur lokið máli sínu. Eru fleiri sem að óska eftir að ræða Hugtakið skóla- og húsnæðisráðs. Bæjarfulltrúi Ragnar B. Sæmundsson, gjörðu svo vel. Forseti, bæjarfulltrúar og aðrir sem á hlýða. Ég byrja að þakka Báru Daðadóttur bæjarfulltrúa fyrir þessa yfirferð. Bæjarfulltrúi Rakel Óskarsdóttir velti upp hvort þetta væri fyrir undirbúningstímann og styttingu vinnuvíkunar. Þetta á einungis við undirbúningstímann. Þetta á ekki við styttingu vinnuvíkunar. Og þetta er eins og kom fram í málið þeirra beggja, gífurlegir fjármunir og tími, og líkt og formaður Bára Daðadóttir bæjarfulltrúi kom inn á, þá kemur þetta svolítið til hjá okkur vegna þess að hér er mjög hátt menntastig. Þar á leiðandi er þetta meira íþyngjandi fyrir okkur. Önnur bæjarfélög eins og til dæmis Reykjavíkurborg, þar sem menntastig er mun lægra, þar verður þetta ekki eins íþyngjandi í rekstrinum. En eins og ég sagði, þá eftir að taka saman kostnaðarauka og hvernig við mætum því þessum ákvæðum styttingu vinnuvíkunar. Ég held að sé alveg ljóst að það verði einhvers konar skerðing eða við þurfum einhvern veginn að mæta þessu. En það er svolítið sérkennilegt líka þegar maður les þessa samninga, eins og bæjarfulltrúi Rakel Óskarsdóttir kom inn á, að það er kurr víða. En það kemur sérstaklega fram í samningnum að þessi ákvæði er ekki að fela þessi kostnaðarauka. Það er alveg magnað að það sé hægt að setja það inn í samning og bara, ég held að hljóta að sjá það allir að sama hvernig menn líti á þetta, þá er þetta alltaf kostnaðarauki. Takk fyrir. Bæjarfulltrúi Ragnar B. Sæmundsson hefur lokið máli sínu og orðið er enn laust fundargerð skóla- og húsnæðisráðs og bæjarfulltrúi Rakel Óskarsdóttir. Næsta málningarskraf, gjörðu svo vel. Já, forseti, ágætu bæjarfulltrúar, takk fyrir þetta. Þannig að við erum að tala eingöngu úttekt á kostnaði vegna undirbúningstíma sem að þá bregður mér þá heldur meira við ef að þetta séu tölurnar og þetta séu stöðugildin. Að hvort að það sé þá ekki hafin vinna til að skoða þetta í stærra samhengi. Bæjarfulltrúi Rakel Óskarsdóttir hefur lokið máli sínu. Já, bæjarfulltrúi Bára Daðadóttir óskar eftir að taka til máls, gjörðu svo vel. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar og þeir sem á okkur hlýða. Það er einmitt bara rétt eins og hefur komið fram hérna hjá bæjarfulltrúa Ragnari B. Sæmundssoni og bæjarfulltrúa Rakel Óskarsdóttir. Þetta snýr bara að þessum undirbúningstímum. Eins og ég hef skilið þessa kjarasamninga þegar ég les yfir þá snýr það þetta sem snýr af styttingu vinnuvikunar og það er ekki að fela í sér kostnað. Það er verið að vinna í þessum málum og það er verið að reyna að finna út úr þessu, bara svo það sé
sagt. Og það eru samningaviðræður í gangi og verið að skoða mögulegar sviðsmyndir af þessu. Takk. Bæjarfulltrúi Bára Daðadóttir hefur lokið máli sínu og þessi til viðbótar að þá samkvæmt mínum upplýsingum að þá vinna vegna styttingar vinnuvikunar að fara í gang. Þannig að þeir útreikningar og þær úttektir eru að hefjast. Þannig að þetta kemur allt heim og saman á endanum. Fleiri sem óska eftir að ræða fundargerð skóla- og frístundaráðs. Svo ekki og þar með þessi fundargerð ráðsins nr. 140 lögð fram. 8. fundarliður hefur málsnúmerið 20.01.003 fyrir fundargerði velferðar- og mannréttindaráðs á árinu 2020 og lögð fram 135. fundargerð frá 16. september síðastliðnum. Og orðið laust þessa fundargerð velferðar- og mannréttindaráðs. Það bæjarfulltrúi Rakel Óskarsdóttir sem það orðið, gjörðu svo vel. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar, varðandi fundargerð velferðar- og mannréttindaráðs, þá fundarliður 1. Ég velti fyrir mig bara í stærra samhengi kostnaður á velferðarsviði vegna COVID og það hefur verið svo sem mikil umræða bæði bara í fjölmiðlum og í samfélaginu aukin kostnað sveitarfélaga sem felur í sér aukin útgjöld til dæmis í barnavernd og lögreglan hefur vísað í þetta líka og það væri kannski svolítið gott að fá líka kannski svolítið puttan á púlsinn hjá okkur hvort þetta hafi haft mikinn kostnaðarauka. Ég líka velti fyrir mig bara í stærra samhengi eins og með bara sambandið hvort að það ætti ekki, við ættum ekki að sýna frumkvæði kannski að því að heyra í sambandinu með þetta og hvort að það er einfalt mál fyrir sambandið í rauninni að henda út kannski smá spurningakönnun til sveitarfélaga varðandi þennan lit að þegar maður hefur kannski pínu áhyggjur af því að þetta komi til með að aukast þjónusta í íbúðakjörnum fatlaðra einstaklinga hefur verið aukin og sem snýr að smitvörnum og öllu þessu og sóttvarnarhólfum og öllu sem að COVID felur í sér. Hvort að það væri ekki ráð að fá sambandið í rauninni lið með okkur og skoða þetta heilt yfir í sveitarfélögum á landinu sem að sinna þá velferðarþjónustu. Fulltrúi Rakel Óskarsdóttir hefur lokið máli sínu og orðið laust fundargerð velferðar- og mannréttindaráðs. Bæjarfulltrúi Kristján Hallur Sveinsson, gjörðu svo vel. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar og aðrir sem á hlýða. Ég bara þakka Rakel fyrir þessa spurningu, bæjarfulltrúi Rakel Óskarsdóttir. Við höfum að sjálfsögðu sem bæjarfélag bara haldið utan COVID-kostnað, held ég á öllum sviðum, þannig að þetta ætti að vera auðvelt að draga upp og finna út hver raunverulegur kostnaður við COVID. Það var vilji ráðsins á sínum tíma að við myndum sérstaklega halda utan kostnað og brýnt fyrir starfsfólki. Þannig að það er það ætti að vera hægt að finna út úr því. Fín hugmynd að fá sambandið til þess að hjálpa okkur og jafnvel starta þessari umræðu kostnað sveitarfélaganna vegna COVID og þá gera einhverja könnun á því. Og ég treysta á að fulltrúa okkar þar muni koma því áleiðis. Varðandi fleira í þessari fundargerð þá langar mig að minnast á
afsakið, það er aðeins að fletta því. Hérna lið 3, þar sem við vorum að samþykkja drög að reglum varðandi íþrótta- og tómstundastyrki fyrir börn á tekjulágum heimilum. Þetta er ein svona tímabundin ráðstöfun vegna áhrifa frá COVID sem ríkið stendur fyrir. Þau eru samþykkja 600 milljóna króna framlag til sveitarfélaga fyrir börn á á tekjulágum heimilum til að sækja í pott og við vorum að samþykkja reglur þannig að við getum farið að koma þessu í gagnið. Það eru vissulega einhverjar skorður á tekjum foreldra þeirra sem geta sótt en þetta ætti að hjálpa töluvert mörgum börnum í tómstundastarfi, þannig við þurfum að auglýsa þetta. Takk fyrir. Bæjarfulltrúi Kristinn Hallur Sveinsson hefur lokið máli sínu og ég vek athygli bæjarfulltrúa á því að við vorum væntanlega bara rétt í þessu að fá póst frá bæjarstjóra varðandi stöðumat vegna fjárhagsaðstoðar árinu 2020 og samanburður á þeirri stöðu við næmnigreiningu sem að gerð var til að fylgjast með til að auðvitað okkur að fylgjast með áhrifum vegna COVID. Svona tínast upplýsingarna til smátt og smátt en þetta mikilvægt fyrir okkur að það sé vel haldið utan þetta og við sjáum heildarmyndina. Eru fleiri sem vilja ræða fundargerð velferðar- og mannréttindaráðs? Svo er ekki og hún þar með lögð fram. Þessi fundargerð ráðsins númer 135. 9. fundarliður hefur málsnúmeri 20.01.014. Þetta er fundargerð Faxaflóahafna á árinu 2020 og lögðu fram 197. fundargerð stjórnar Faxaflóahafna frá 18. september síðastliðnum. Og orðið er laust þessa fundargerð. Það er bæjarfulltrúi Ragnar B. Sæmundsson. Gjörðu svo vel. Forseti bæjarfulltrúar og aðrir sem á Hlíða kemur upp undir fundargerð Faxaflóahafna. Já, ég ætla undir lið 3, fjárhagsáætlun ársins 2021 og svo greinargerð. Ég held að sé öllum ljóst að árið 2020 hefur verið Faxaflóahafnum erfitt. Félagið hins vegar stendur mjög traustum fótum og er mjög vel rekið en allar tekjur farþegaskipa eru náttúrulega gufuð upp. Ég held að það eru 10 milljónir sem sitja eftir núna. Auk þess að hafa löndunargjöld eins og það barst engin lóðan á land, þannig að mjög mikið að tekjum félagsins hafa dregist mjög mikið saman og framkvæmdaáætlunin gerir náttúrulega svolítið markast af því í ár til dæmis eða 2021 er gert ráð fyrir að framkvæma fyrir 947 milljónir. Þannig að síðasta ári voru það 1450 og svona stærstu ár félagsins þá hefur verið framkvæmt fyrir 2 milljarða. Við höfum haft miklar væntingar hér fyrir stækkun hafnarinnar og því miður er það þannig að þegar svona árar þá færast þannig framkvæmdir aðeins aftar. Þær framkvæmdir áttu að fara á stað fullu á þessu ári en eru áætlaðar 2023 til 2025. Áætlunin gerir ráð fyrir 2023 verði 415 milljónir, 2024 300 og 2025 300. Það er raun og veru, þær framkvæmdir sem við erum verið að fara í núna eru
að stærstu leyti bara framkvæmdir sem geta ekki beðið. Það til dæmis dýpkanir á Viðarsundi og við Sundabakka. Það sem ástandið er orðið þannig að með stækkandi skipum þá bara hætta því að þau taki niður, skapa mjög mikla hættu þarna. Við erum að halda, eða félagi heldur áfram í uppbyggingu á háspennulandtengingu fyrir stærri skip í samstarfi við ríkið. Það er mjög mikilvægt verkefni og svo náttúrulega minni viðhaldsverkefni og annað. Það eru settar hérna, það er til dæmis á þessu ári gert ráð fyrir að ljúka framkvæmdum hérna við hönnun á höfninni. Þá að fara í flotbryggju við dráttarskip, minni átt að framkvæmdir í Lambhúsasundi, en framkvæmdir við stækkun færast á aftur, eða þungin færist aftur til 2023. Á þessu ári gert ráð fyrir 50 milljónum í rekstrarafgang, en skal kannski tekið fram að spáin er mjög varfærin. Það er ekki gert ráð fyrir neinu farþegaskipum eða loðnu eða öðru slíku. Og reyndar gerir áætlun ráð fyrir því að við verðum ekki komin upp í sama tekjuflæði á farþegaskipum og var 2018 fyrir en 2025. En það eru mikla væntingar til þess að tekjur vaxi samt sem áður á árinu umfram það sem spáin gerir ráð fyrir. Já, mér langar svo líka kannski að koma inn á lið númer 1, öryggi umhverfi. Það er nýr liður inni, það sem verður farið svona yfir öryggisatriði og það sem betur má fara og það sem hefur komið upp á. Og þar var aftur hnutt á bókun sem var gerð í stjórn félagsins 12. maí, en félagið stefnir á kolefnishlutleysi 2020. Það er bara, ég er bara virkilega stoltur af því. Ég held að það sé bara eitthvað sem við þarna sem bæjarfélag hluthafi í þessu félagi getum verið ánægð með, og það er náttúrulega eitthvað sem félög eins og Faxaflóhafnir eiga að stefna að og eiga að vera leiðandi í þessu fyrir hafnir hérna á landi. Bæjarfulltrúi Ragnar P. Sæmundsson hefur lokið máli sínu og orðið er laust fundargerð stjórnar Faxaflóhafna. Það er bæjarfulltrúi Einar Brandsson, gjörðu svo vel. Forseti ágætu bæjarfulltrúar og aðrir sem á hlýða. Það eru frekar daprar fréttir sem að Ragnar B. Sæmundsson, okkar maður í stjórn Faxaflóahafnar, flytur okkur hérna að það eigi að enn og aftur að fresta þeim framkvæmdum sem að fyrirhugaðar voru hér við höfnina, og ég hjó eftir því að inn í fjárhagsáætlunin fyrir árið 2021 er ekki gert ráð fyrir því að það verði loðnuveiði, en samkvæmt fréttum og öllu þá spá menn því að næsta vetur verði þokkalega góð loðnuvertíð miðað við þær mælingar sem hafa verið á stofninum síðustu 2 árin á ungloðnu. Þannig að það er ekki, held ég, til þess að styrkja stöðu okkar að gagnvart loðnuveiðum ef við fáum ekki aðstöðu fyrir þau skip. Það eru þó vonin það að þau skip geti komið hér og landað í bræðslu og þá hrognavinnslu. En miðað við það sem að kemur hér fram að það verði ekki gerða neinar úrbætur á hafnargarðinu fyrir í fyrsta lagi 2023 að það verði byrjað, og þá held ég að við förum að sjá undir lok þess að hér verði unnin loðna. En í sjálfu sem mátt alveg búast við þessu af stjórn. Við
höfum verið frekar döpur í því að halda okkur á lofti og minna á það að í samþykktum Faxaflóahafnar er kveðið á það að Akraneshöfn eigi að vera fiskihöfn, en efndir Faxaflóahafna hafa í gegnum tíðina verið nánast engar til þess að byggja það upp. Takk fyrir. Bæjarfulltrúi Einar Brandsson hefur lokið máli sínu og mér langar bara aðeins að grípa hérna inn í þessa umræðu fundargerð Faxaflóahafna. Ekkert efnislega, heldur kannski meira svona varðandi formið. Við höfum hjá Akraneskausta og oft verið tekið upp sérstaklega á síðasta kjörtímabili, sjaldnar á þessu kjörtímabili, ritur fundargerða og upplýsingar sem komið fram í fundargerðum, þannig að við höfum svona rætt það að fundargerðir þurfa að vera gagnsæjar og innihalda upplýsingar og mikið verk verið unnið hér hjá Akraneskausta í því að gera fundargerðir skýrar og þó að ég hafi svona aðeins haft kannski tilfinningu fyrir því að við mættum aðeins bara svona hressa okkur við í því og gæta þess að fundargerðir bæjarstjórnar og ráða séu skýrar og innihaldi upplýsingar. Í þessari fundargerð stjórnar Faxaflóahafna eru 10 fundarliðir og þar af eru 6 fundarliðir þar sem bókun fundarins er 1 orð, kynnt og ekkert meira. Það svona segir manni ekkert óbóðslega mikið, kannski það bara þannig að það er ekkert hægt að segja neitt meira heldur en að málið hafi verið kynnt. En aðri fundarliðir innihalda svo sem ekki mikið af miklar upplýsingar heldur fyrir utan kannski bara fyrsta fundarliðin þar sem að eitthvað er raunverulega bókað. Þannig að ég vildi bara svona benda á það að þetta hefur verið akkur okkar bæjarfulltrúa á Akranesi að það sé bókað vel í fundargerðir og þessi fundargerð segir mér ekkert ofboðslega mikið, bara svo ég segi það eins og En orðið er laust fundargerð stjórnar Faxaflóahafna. Bæjarfulltrúi Ragnar B. Sæmundsson, gjörðu svo vel. Forseti, bæjarfulltrúar og aðrir sem áhlýða. Ég er sammála bæjarfulltrúa Einar Brandsyni í því að þetta eru ekki góð tíðindi. Þetta hins vegar bara raunveruleikinn. Það eru stór verkefni í Reykjavík líka að detta út. Svo ég segi, það eru tekjur félags á mjög mörgum sviðum þurrkuðust bara út, að þurrkast út og óséð, og vandséð hvernig leysist úr því. Það til dæmis má búast við því að þessi farþegaskipin, þetta verður svolítið tíma að rétta úr kútnum. Þannig að þessi stóru liðir og þar eru líka hvalaskoðunarskipin og farþegagjöldin og allt þetta. Þetta eru bara liðir sem botnin út og félagið náttúrulega framkvæmir bara eftir því sem reikningurinn leyfir. Það er mjög ánægjulegt ef að það rætist úr og hér verði veitt lóna við önnur fyrirtæki hér í bænum eins og til dæmis Vigni G. Jónsson á mjög mikið undir þar að það fari að glæðast eitthvað þar. Þannig að það er óskandi að svo verði. Ég er ekki sammála bæjarfulltrúa Einar Brandsyni að við höfum ekki haldið á lofti hagsmunum bæjarfélagsins, allavega ekki á þessu kjörtímabili. Ég tel mig og félag minn bæjarfulltrúa Ólaf Adolfsson í stjórninni hafa komið okkar sjónarmiðum mjög vel á framfæri og ég held að sé allir með okkur stjórnfarnir að læra reiknireglunars Óla
upphæðinni deilt í 16 og þá koma hérna upp yfir. En svona þetta og ef að það rætist úr, þá munum við að sjálfsögðu halda þessum framkvæmdum á lofti og þrýsta og það verði farið á fyrir í þær. En ég held hins vegar að þetta sé skynsamlegt eins og staðan er í dag. Takk fyrir. Bæjarfulltrúi Ragnar B. Sæmundsson hefur lokið máli sínu og orðið er enn laust fundargerð Faxaflóahafna og bæjarfulltrúi Ólafur Adolfsson næstur á mánudagskrá. Gjörðu svo vel. Herra forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Ég vil gjarnan halda kannski aðeins áfram með þessar umræður. Nú hefur Ragnar farið vel yfir fjárhagsáætlunina og nefnt þar helstu punkta og ég vil kannski bæta því við að áhersla Faxaflóahafna varðandi svona nýframkvæmdir verða þá helst í þá veruna að það verði framkvæmdir sem muni stuðla að tekjuaukningu eða séu tekjuberandi, þannig að meðan að félagið er í þessari stöðu að stór hluti tekna er undir áætlun eða jafnvel alveg horfinn, þá verður það eitthvað sem við verðum auðvitað að una. Þetta hins vegar, þessi seinkun á framkvæmdum til dæmis hérna á Akranesi, hún gefur okkur líka ákveðið tækifæri. Hún gefur okkur tækifæri til þess að vega þá að meta hvort að sú framtíðarsýn sem við höfum haft fyrir höfnina sé rétt eða hvort að við höfum að leggja áherslu mögulega á eitthvað annað sem að gæti glætt höfnina lífi og horfa þar þá til hluta eins og verkaskiptinga innan hafna Faxaflóahafna og sjá hvort að við getum ekki fundið eitthvað í því bóksi sem að smelt passar hérna fyrir okkur. Og ég held við höfum ekkert að ganga neinu vísi í þeim efnum og vera ófeimin kannski við að skoða nýjar hugmyndir. Og við höfum auðvitað ekki gefist upp á ferjusiglingum, og það sé ítrekað eina ferðina enn. Við höfum ekki gefist upp á ferjusiglingum milli höfuðstaðarins og Akraneskaupstaðar. Og við höfum að halda því á lofti. Ég vil kannski vekja athygli á að ég held að örugglega þetta sé fyrsti fundurinn sem að Gísli Gíslason er ekki á fyrrverandi hafnarstjóri. Þannig að nú er þetta hafnarstjóri Magnús Þór Ásmundsson var einsamall á þessum fundi og mér fannst hann standa sig mjög vel og hann flutti meðal annars inspírera ræðu undir fjárhagsáætlun. Það sem að hann ræddi hlutverk Faxaflóahafna og hversu mættu vænta af honum sem stjórnanda í framtíðin og ég verð að lýsa því yfir hér að mér fannst það vera mjög jákvætt. Og hann er í rauninni tilbúinn til þess að berjast fyrir hönd Faxaflóahafna því að fanga og ná góðum verkefnum til hafnana og það er þá kannski að einhver leyti okkar að fóðra hafnarstjóra með hugmyndum sem að við teljum að geti verið til farsældar fyrir Faxaflóahafni og kannski ekki síst þá fyrir þær hafnir sem eru hér á okkar svæði sem eru þá Akranesshöfn og Grundartanga. Bæjarfulltrúi Ólafur Adolfsson hefur lokið máli sínu og næstur á mánudagskrá er bæjarfulltrúi Einar Brandsson. Gjörðu svo vel. Já, forseti, ágætu bæjarfulltrúar og aðrir sem á hlýða. Ég biðst afsökunar ef að bæjarfulltrúi Ragnar B. Sæmundsson hefur tekið það þannig að ég verði að setja eitthvað út á hans verk. Ég efa það ekki að bæði hann og bæjarfulltrúi Ólafur Adolfsson tala okkar máli vel í stjórn, þar sem að ég hef haft hann heiður að hafa setið hann í stjórn 1 ár, að þá bara skynjar maður í rauninni viðhorf annarra stjórnarmanna
og geta alveg sagt það þá þeirra sem að koma þannig inn í stjórn frá Reykjavíkurborg að það hefur ekki verið mikill áhugi hjá þeim að gera mikið hér upp á Akranesi til þess að styrkja höfnina sem slíka og ég vil meina það að með því andvaraleysi sem stjórnin hefur sýnt okkur að það er hluti af því að staða okkar eins og hún í fiskvinnslumálum eða það hér nánast öll fiskvinnsla og allt sem tengist fiskveiðum að hverfa. Það í rauninni það sem að ég var að ýja að, ekki það að við tölum okkar máli en við bara megum okkar svo lítils inn í þessari stjórn. þar sem að meirihlutinn í Reykjavík ræður ferðinni. En ég held að þetta aðgerðaleysi og það að við fáum ekki bætur á höfninni núna munu gera það verkum að við í sjálfu sér þurfum lítið að spá eða spekulera í því hvert við viljum fara með höfnina. Hún mun bara í rauninni lognast út af ef ekkert verður aðgert og það aðdráttarafl sem við höfum þó með þeirri fiskvinnslu bræðslu sem við erum með í dag og sá búnaður sem til hjá Brim hér á Akranesi til þess að vinna loðnu, hann mun öllum líkindum þá hverfa úr bæjarfélaginu til miður. Takk fyrir. Bæjarfulltrúi Einar Brandsson hefur lokið máli sínu. Eru fleiri sem óska eftir fundargerð Faxaflóahafna? Svo ekki og erum þar með lögð fram til kynningar. 10. og síðasti fundarliður hefur málsnúmeri 20.01.007 og þetta fundargerðir Höfða, hjúkrunar- og dvalarheimilis árinu 2020 og lagðar eru fram 112. og 113. fundargerð stjórnar Höfða frá annars vegar 7. ágúst síðastliðnum og hins vegar 31. ágúst síðastliðnum. Og þessar tvær fundargerðir stjórnar Höfða eru lagðar hér fram og orðið laust. Það enginn sem kveður sig hljóðs og þar með eru þessar tvær fundargerðir stjórnar Höfða, 112 og 113 lagðar fram til kynningar. Og fleira ekki á dagskrá þessa fundar. Ég þakka bæjarfulltrúum, bæjarstjóra og sviðsstjóra og fundarritara fyrir fundarsetuna og góðar umræður. Og segi 13. og 18. fundi bæjarstjórnar með slitið.